Halló, góðan daginn. Má ég bjóða fólk að koma og fá sér sæti? Góðir gestir, má ég biðja ykkur að koma inn í salinn og fá ykkur sæti? Gjörið þið svo vel og hjartanlega velkomin á Bifröst. Hæstvirtur ráðherrar, ágætu rektorar og deildarforsetar, fjölskylda Ólafar heitinn Nordal og aðrir góðir gestir hér í sal og í streymi. Það með mikilli gleði sem að ég set þetta málþing á fæðingadegi Ólafar Nordal til að fagna því að 20 ár eru nú liðin frá stofnun lagadeildar hér við Háskólann á Bifröst. Ég heiti Elín H. Jónsdóttir og er deildarforseti lagadeildar. Árið 2001 hóf fyrsti árgangur nám við nýstofnaða lagadeild Háskólans á Bifröst. Ári síðar var það sama upp á teiningnum hjá Háskólanum í Reykjavík og 2003 var lagadeild við Háskólann á Akureyri stofnuð. Þetta var hröð breyting í menntun stéttar sem ekki átt að venjast slíku og ekki að furða sumum í stétt lögfræðinga hafi brugðið við og jafnvel þótt þetta vera óheillaþróun. Hvernig átt að manna stöður kennara við allar þessar lagadeildir? Hvaða áhrif myndi aukning lögfræðimenntaðra hafa á samfélagið? Yrði það meira átök og deilumál fyrir dómstólum? Aðrir höfðu þó töluverðar væntingar til þessar þróunar og töldu að þetta myndi auka metnað í kennsluháttum, bjóða upp á sérhæfingu lagadeildanna og skapa þannig meiri breidd í menntun lögfræðinga og loks að meiri dýpt yrði í samtali lögfræðilega efni þegar tryggt væri að ekki væri allir lögfræðingar aldir upp á sama heimilinu með eina gilda afstöðu í hverju máli. Í síðari hluta málþingsins í dag munum við ræða þessar spurningar og skoða hvernig þær horfa við okkur núna í ljósi sögunar. En við hefjum þetta málþing á að minnast þeirrar merku konu Ólafar Nordal. Það leikur engin vafi á því að það þurfti mikinn frumkvöðla anda og í raun hugrekki til að stofna fyrstu lagadeildina utan Háskóla Íslands á sínum tíma. Fyrirmyndin að viðskiptalögfræðinámi var sótt til Danmerkur og Þýskalands. Ólöf hafði þá verið stundakennari í lögfræði við Háskólann þegar þetta djarfa skref var stigið og hún tók að sér að vera fyrsti deildarforseti lagadeildarinnar. Maður sér það þegar litið öxl og ferill Ólafar skoðaður að hlutirnir gerðust gjarnan þar sem hún var. Þetta var ef til vill fyrsta afgerandi merki þess opinberlega, en þau áttu svo sannarlega eftir að verða fleiri. Hún markaði djúp spor og hafði uppbyggileg áhrif á samtíma sinn og umhverfi
menn og málefni. Hér á Bifröst störfuðu með henni þáverandi rektor Runólfur Ágústsson og fyrstu kennarar deildarinnar. Framsýni og víðsýni þáverandi menntamálaráðherra Björns Bjarnasonar var lykilþáttur í að afstofnun nýrra lagadeilda hér á landi gæti orðið. Þær sem tóku við keflinu sem deildaforsetar á næstu árum, Ingibjörg Þorsteinsdóttir og Bryndís Hlöðversdóttir, mótuðu deildina og gáfu henni staðfestu. Nemendurnir sem hér hófu nám í fyrstu árgöngunum áttu einnig stóran þátt í að skapa þann anda sem ríkir hér enn í dag. En hann grundvallast á samvinnu og jákvæðni. Loks eru það þeir vinnuveitundur út í samfélaginu sem réðu fyrstu bifrestingana til starfa og gáfu þeim tækifæri til að sanna sig sem eiga sinn þátt í þessari sögu. Nú þegar heimurinn þarf á nýsköpun og drifkrafti að halda sem aldrei fyrr til að leysa flókin úrlausnarefni sem stafa af áhrifum manns á náttúru, verður mér hugsað til þessara sögu, sem sýnir hvað það er mikilvægt að hafa með okkur fólk sem trúir því að hægt sé að hrinda í framkvæmd breytingum, þó að það hafi aldrei verið gert áður. Fólk sem styður síðan aðra til góðra verka og þá sem koma með staðfestuna og jákvæðnina að borði. Að þessu sögðu hef ég þann heiður að kynna mann sem þarf ekki að kynna, Bjarna Benediktsson, fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins. Bjarni er lögfræðimenntaður með próf frá Háskóla Íslands og meistaragráðu í lögum frá Háskólanum í Miami. Hann er með fjölbreytta reynslu af lögfræðistörfum, fyrst sem fulltrúi sýslumanns, lögfræðingur hjá Eimskip og sem lögmaður með eigin rekstur. Frá árinu 2003 hefur Bjarni starfað sem alþingismaður, þar af sem ráðherra frá 2013. Bjarni og Ólöf voru sem kunnugt er nánir samherjar og vinir, bæði í störfum sínu fyrir Sjálfstæðisflokkinn og á þingi og í ríkisstjórn. Við bjóðum nú Bjarna hjartanlega velkomin í pontu. Ég tek nú að mig grímuna. Látum okkur sjá. Rektor Jóhannes Nordal og Tómas Sigurðsson og börn, góðu gestir. Ég vil byrja á því að óska Háskólanum á Bifröst til hamingju með þennan áfanga, 20 ár liðin frá stofnun lagadeildar við skólann, og það er mér sérstök ánægja að fá að vera hér með ykkur í dag og segja nokkur orð til minningar fyrsta deildarforseta lagadeildarinnar, Ólöfu Nordal. Og eins og hér var komið inn á að þá áttum við lengi náið samstarf, en fyrst augljóslega mjög farsæl ráðstöfun að fá Ólöfu til þess að stýra uppbyggingarstarfi hér við lagadeildinni. Ég tek undir það sem hér var sagt áðan, það gerðust gjarnan hlutirnir þar sem Ólöf var. Og með henni kom ferskur kraftur, dugnaður, metnaður til að gera vel frá fyrsta degi. Því Ólöf gerði ekkert með hangandi hendi. Orðatiltækið það skal vanda sem lengi á að standa var svona henni að skapi tel ég. Já, við Ólöf áttum langt og farsælt samstarf, fyrst sem þingmenn Sjálfstæðisflokksins, síðar sem formaður og varaformaður í flokknum. Ólöf var kosin fyrst á Alþingi 2007 fyrir Norðausturkjördæmi, en 2009 fór hún fram fyrir Reykjavík suður, en gaf ekki kost á sér fyrir kosningarnar 2013 og lét af embætti varaformanns Sjálfstæðisflokksins. En hún átti eftir að snúa aftur
og tók sæti að nýju á Alþingi árið 2016 og átti þar sæti þar til hún féll frá. Það er engin vafi í mínum huga á því að Ólöf átti mjög ríkan þátt í góðri kosningu Sjálfstæðisflokksins í kosningunum 2016. En hún hafði augljósan áhuga og mikinn metnað til þess að halda áfram í stjórnmálum í mörg ár og meðan að við störfuðum saman að þá gekk ég svona út frá því með tíð og tíma þegar að því kæmi að hún myndi hafa ríkan stuðning til þess að taka við að mér sem formaður hjá flokksmönnum. Við þekktumst ágætlega fyrir þingmennskuna en það má segja að það hafi verið á Alþingi sem að með okkur þróaðist mikil vinátta. Við sátum saman sem stjórnarþingmenn frá árinu 2007 fram að stjórnarslitunum 27. janúar 2009. Ég man þetta nú ágætlega, ég átti afmæli þann dag. Þetta svona með þessa afmælisdaga. En í framboðinu og eftir kosningarnar 2007 kom snemma í ljós að við áttum augljósa samleið í helstu áherslum og á skömmum tíma þróuðust mál með þeim hætti að við vorum komin í forystu fyrir flokkinn okkar. Og eins og allir vita þá voru þetta miklir átakatímar, mikill atgangur á þinginu, umrót í samfélaginu. Ég leit í gegnum alla þessa tíma á Ólöfu sem minn traustasta samstarfsmann og bæði milli okkar Ólafar og okkar hjónanna, því Þóra og Tommi voru aldrei langt undan, myndaðist djúpstæð vinátta. Einn styrkleiki Ólafar var að geta mjög léttilega, áreynslulaust, sett sig inn í fjölbreyttar aðstæður fólks. Viðmælandinn fann ávallt að hún hafði einlægan áhuga á því sem rætt var um. Hún lagði upp úr því sem leiðtogi okkar í Reykjavík að vera í góðu sambandi við flokksmenn og halda styrku sambandi við félögin og sem varaformaður þá ræktaði hún þessi sambönd all landið. Hún bauð fólki gjarnan heim til sín, sinnti því sem fylgdi starfi leiðtogans af sömu samviskusemi og öllu öðru. Þetta fann hver maður sem átti í samskiptum við Ólöfu. Hún var áreiðanleg, algjörlega falslaus, heilsteypt, með sterka dómgreind. Svo eru þessi tímamót, haustið 2012, að hún tilkynnti að hún hefði ákveðið að flytja til Sviss, þar sem Tommi hafði tekið við forstjórastarfi Alcoa í Evrópu. Og hún sagði, ég held að þetta sé rétt ákvörðun fyrir mig og ég er sannfærð um það að hún er líka góð fyrir Sjálfstæðisflokkinn til lengri tíma. Þá ákvörðun að fara ekki í framboð. Í viðtali við Morgunblaðið, þetta var haustið 2012, rétt fyrir mig, sagði Ólöf. Það var dálítið líkt Ólöfu orðaða þannig að því að hún hafði ígrundað málið vel. Og hún vildi koma hreint og beint fram með niðurstöðuna. Rétt fyrir mig var ekki bara rétt fyrir Ólöfu, heldur einnig fyrir fjölskylduna. Þegar Ólöf var á Íslandi í september 2013, þá kom hún til mín og heimsótti mig í fjármálaráðuneytið og færði mér þennan hlut hérna sem ég er með, þennan barómeter hérna, eða svona loftvog. Og þetta var gjöf sem hún færði mér svona meðal annars í tilefni af ríkisstjórnarmynduninni vorið 2013 og það fylgdi með handskrifað bréf sem var svona eins og kveðja til mín og það segði meðal annars í bréfinu, hún sagði að hún hefði stilt loftvogina fyrir það að vera við sjávarsíðuna. Það hentaði ágætlega. En svo sagði í bréfinu, það getur verið misveðrasamt í flokknum sem utan og mikilvægt fyrir formanninn að fylgjast vel með veðrabreytingum. Og hann hentar ágætlega þessi barómeter svona ofan á skjalabunka og ég er með hann á skrifborðinu hjá mér
Og mér verður stundum hugsað til þess þegar ég sé þennan barómetra á skrifborðinu að það mætti segja að Ólöf hafi haft sjálf dálítið góðan kompás. Engan venjulegan áttavita, ekki svona eins og þennan, ekki svona mekanískan, en svona einhvern innri vegvísi sem hún horfði til eða leita á áður en hún tjáði sig og sérstaklega hún var að leita niðurstöðu í flóknum málum. Og þessi innri kompás hennar, hann var í raun og veru hennar innri sannfæring og hann var settur saman úr nokkrum hlutum sem hún hafði ýmist meðfædda eða safnað að sér á lífsleiðinni. Augljóslega vitum við að Ólöf fékk góð gen í vöggugjöf, þau eru hérna mikið framalega í salnum. Uppeldi í stórri samhentri fjölskyldu hafði að auki greinileg mótandi áhrif, góð menntun, stór vinahópur, sterkt hjónaband, móðurhlutverkið og fjölbreytt reynsla bæði úr atvinnulífinu eins og aðeins hefur verið komið inn á hér og kannski ekki síður á því að reka heimili í öðrum löndum, en líka í Reykjavík og út á landi. Allt þetta var mjög drjúgt veganesti fyrir hana og hún var þess utan mjög hjartahlý og áberandi ástrík eiginkona og móðir. Og hafði fjölbreytt áhugamál, allt frá lögfræði, yfir í orku, atvinnu, samgöngumál, yfir til laxveiða, menningar, alþjóðamála, tónlist, myndlist, það var ekkert henni óviðkomandi. Og talandi veiðarnar, hún var svona ástríðu veiðimaður, sko. Þar eins og annars staðar skildi rétt staðið að málum, helst að veiða með nighthawk, þreytalaxinn almennilega, alveg þar til hann var örmagna, sýna þolinmæði og fágun, taka hann svo upp á sporðinu, upp á gamla mátann. Og þegar öllu þessu lokið, eins og segir í Piparköngusöngnum, þá sagði uppskrift Ólafar að það væri nú best að drepa laxinn. Sérstaklega þetta borðan. Ekkert sem gat gert íslenskt samfélag sterkara, fjölbreyttara, frjálsara, framsæknara, ekkert af þessu var Ólöfu óviðkomandi. Og hún var af öllum þessum ástæðum mjög sterkur leiðtogi, fluggreind, fljót að setja sig inn í mál. Og hún gat verið ábyrgandi ákveðin og einbeitt. Ég verð að segja að það kom fyrir að maður þurfti svona aðeins að tipla á tánum í kringum hana. Það þurfti þá engan svona barómeter til þess að sjá ef að henni var til dæmis eitthvað misboðið og þá var nú betra að verða ekki fyrir henni. En mér fannst þetta alltaf einn helsti kostur Ólafar að hafa, ég ætla að leyfa mér að segja stórt skap, að vera skapstór í svona bestu merkingu þess orðs. Vegna þess að fyrir alla málafylgju í stjórnmálum þá getur þetta verið úrslitaatriði, að vera ekki alveg sama, sko. Þannig að þegar þessi kostir fóru allir saman með ósérhlífni og aga til þess að ljúka málum, klára þau, fylgja þeim vel eftir, þá var það nú nokkurn veginn tryggt að Ólöf var almennt í sigurliðinu. Og í þessu samhengi þá vorum við Ólöf sammála það að þótt það væri oft á tíðum krefjandi að glíma við fólk sem var manni algjörlega ósammála, hafði öndverðar skoðanir við okkur samfélagsmálin, þá væri nú miklu alvarlegra sinnuleysi margra þjóðfélagsmál. Það væri miklu verra. Hún mat þá meira sem höfðu sterka skoðun. Jafnvel þótt að við værum ósammála eða hvernig sem það allt saman lá, þá var miklu betra heldur en að fólk hefði enga skoðun. Hafði enga skoðun á því hvernig mál ætti að þróast á Íslandi. Allir þeir sem kynntust Ólöfu segja það sama, að hún hafi verið glaðvær, ávallt uppbyggileg, haft sérstaklega góða nærveru og fólk af þessum sökum sótti í að eiga við hana samstarf. Hún var stöðugt á spjalli í þinginu ef maður sá hana þar, átti mjög auðvelt með að skynja andrúmsloftið í þingflokknum sem mikilvægur eiginleiki leiðtogans, stíga inn í erfiða deilur ef þess þurfti. Það gilti einu hvort það var innan flokksins eða vegna mála á borði ríkisstjórnarinnar. Hún var lausnamiðuð, hún gat leitt þverpólitíska
niðurstöðu þegar þess var þörf og gerði það sem ráðherra. Og margir af hennar bestu kostum komu einmitt fram við erfiðar aðstæður og átök. Það var ávallt hlustað með athygli eftir því sem hún hafði til málanna að leggja og mikið var líka leitað til hennar með ráð í stórum málum sem smáum. Og það er ekki öllum gefið en hún hafði þann eiginleika að afla trausts úr öllum flokkum. Mér finnst nú líka rétt að láta þess getið að Ólöf gat verið viðkvæm, hún gat átt áberandi mjúka hlið og kendi mér ýmislegt mikilvægi þess að leyfa sér að hafa tilfinningar í umræðum stjórnmál. Því þótt rökræðan sé aðal stjórnmálanna, þá geta tilfinningar á stundum verið það eina sem skiptir máli. Grjóthörð rök eða útreiknaða niðurstöður, þær mega sín lítils ef hjartað er að segja eitthvað allt annað. Og í þessu sambandi þá minnist ég sérstaklega samtal sem við áttum hálendið, víðerni íslenskrar náttúru og í því samhengi hugmyndir að leggja háspennulínur í lofti yfir hálendið til að styrkja flutningskerfi raforku. Þá hafði nýlega verið reiknað út hvers virði hálendið væri. Það var reiknað í Háskóla Íslands. Niðurstaðan var að það væri að minnstakosti 80 milljarða virði, að minnstakosti. Og þetta ræddu við svona frá ýmsum hliðum í samhengi við þörfina fyrir traust flutningskerfi. Og hún sagði við mig einn góðan veðurdag, ég hef nú verið að hugsa þetta með hálendið og hvers virðið það er. Og ég er komin að niðurstöðu. Hvers virði heldur þú að það sé, Bjarni? Og ég hikaði svona aðeins, þá kom, það er ómetanlegt. Og þetta sagði hún af nokkrum þunga og í framhaldi af því þá var þetta nú frekar einfalt. Við vorum sammála það að loftlínur yfir miðhálendið kæmu ekki til greina, það þyrfti að finna aðra lausnir. Sama hvað var búið að reikna út virði miðhálendisins. En þetta sýnir nú sem að gilti í svo mörgum málum að hún vann sína vinnu til þess að gera samfélaginu gagn. Þess vegna hefur ákvörðun að hætta á þingi árið 2013 ekki verið tekin án ígrundunar og hún hefur ekkert verið léttvæg sú ákvörðun og hún var augljóslega ekki tekin í flýti heldur og þótt hún hafi verið erfið þá fann ég að Ólöf var alveg sátt við hana. Hún tók fram í viðtali við Morgunblaðið að hún var ekki hætt afskiptum á stjórnmálum og hún útilokaði ekki endurkomu síðar. Það átti þó allt eftir að eiga sér allt annan aðdraganda en nokkuð gat séð fyrir á þeim tíma. Og bara að með allt verðum hætti. Hún tók sæti sem innanríkisráðherra í desember 2014 og var þá ráðherra utan þings. Ég heimsótti Ólöfu að kvöldi dags í desember til að biðja hana að taka ráðherraembættið að sér. Og Þóra var með mér og hún var ein heima þegar þetta var. Og hún var svona á þessum tíma jafnt og þétt að ná sér aftur á strik eftir erfiða krabbameinsmeðferð. Ég bar upp erindið við Ólöfu að koma aftur í stjórnmálin, taka sæti í ríkisstjórninni og þá þurfti ekkert að ræða málin eitt frekar. Það féllu sem sagt engin orð eftir það. Hún bara svona vék til hliðar, kom aftur fram, við féllumst í faðma og þetta var 3. desember á afmælisdaginn fyrir 7 árum sléttum og næsta dag var hún mætt í ríkisráðið. Það er nú svo merkilegt þegar maður rifjar þetta upp að það voru ekki nema 2 ár liðin frá því að hún hafði hvatt vettvang stjórnmálanna en hún var semst flutt aftur heim þarna í kjölfar veikinda og var að ná sér á strik eftir meðferðina. En augljóslega eins og allir muna þá var hennar endurkomin fagnað sérstaklega og ég þótti nú hafa komið dálítið óvart. Svo það sé nú bara alveg sagt eins og er. Í minningarorðum Ólafar sem voru lesin upp á forseta þingsins, Unni Brá Konráðsdóttur, þá sagði meðal annars
Hún var einstaklega skýr og málefnaleg í ræðu og riti, ráðagóð, skörp, vel menntuð, hæfileikarík og hrífandi kona. Öllum þótti gott að hafa hana nærri sér við störf hér á Alþingi enda lipur og gefandi í samvinnu. Sannarlega verður það skarð vandfyllt sem Ólöf Nordal skilur eftir sig í stjórnmálum. Og þegar ég les þetta aftur núna þá hugsaði ég með mér, það var nú mikill sannleikur í þessum orðum forseta Alþingis að skarð hennar yrði vandfyllt. Síst var það ofmælt. Því þótt að sé staðreynd að það kemur alltaf maður í mann stað og verkefnin halda bara áfram, að þá það nú samt sem áður þannig að við erum öll ólík. Og við höfum hvert okkar reynslu og menntun að ógleymdri þessari svona hugmyndafræðilegu sannfæringu sem ég vekaði hérna áðan og lífssýn sem að, fyrir mér skiptir eiginlega bara öllu máli í stjórnmálum. Það hefur nefnilega hver sinn eigin kompás hérna inni, sko. Og hérna taka þess vegna eiginlega við lögmál sem að eru dálítið merkileg og skyld því sem að Sigurður Nordal Ólafar skrifaði í ritgerðinni Samlagning frá árinu 1927. Hann sýndi snilldarlega fram á það að vit verður ekki lagt saman. 2 og 2 verða ekki 4. Á sviði vitsmunanna verða herskarar miðlunganna að lúta í lægra haldi fyrir einum manni fullgildum, eins og þar segir. Og með þessum rökum þá kemur einn stjórnmálamaður ekki eiginlega að fullu í stað annars. Hitt alveg rétt að starfið heldur áfram, og þótt einn falli frá, þá heldur starfið áfram við að byggja upp landið, að styrkja samfélagið, hvetja og skapa, styðja fólk í veikri stöðu og huga að stöðu framtíðarkynslóða. Og í öllu þessu Ólafar sárt saknað, það hefur engin annar kompás en hennar. Já, hvers virði hálendi, spurði Ólöf, það ómetanlegt. Að fylla skarð Ólafar í stjórnmálum, það ómögulegt. Takk ykkur fyrir. Við þökkum Bjarna kærlega fyrir þessa minningu góða konu og var alveg sérstaklega gaman að heyra persónulegu sögurnar. En þá ætlum við næst að heyra frá Kristínu Haraldsdóttur. Hún starfaði sem lögfræðilegur aðstoðarmaður Ólafar frá árinu 2014 til ársins 2017. Kristín lauk lögfræðiprófi frá lagadeild Háskóla Íslands og meistaragráðu í Evrópurétti frá Háskólanum í Lundi. Hún hefur breiða reynslu á lögfræðistörfum, fyrst á lögmannsstofu, þá sem lögfræðingur í ráðuneytunum, sjávarútvegs og iðnaðar og viðskipta. Árin 2003 til 2008 var Kristín lögfræðilegur aðstoðarmaður dómara við EFTA-dómstólinn í Luxemborg. Og frá árinu 2009 starfaði Kristín í akademíu við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Þar til hún tók við starfi aðstoðarmanns Ólafar og hvarf hún síðan aftur til þeirra starfa árið 2017. Allt þar til hún var skipuð framkvæmdastjóri dómstólasýslunnar í júní á þessu ári. Við bjóðum Kristínu velkomna í pontu. Kæra fjölskylda, kæru bifreistingar. Ég vil byrja á að óska ykkur til hamingju á þessum hátíðardegi, afmælisdegi Ólafar Nordal og 20 ára afmælisfögnuði bifreistinga. Það mér sérstök gleði og mikill heiður að fá að vera hér í dag og minnast kærar samstarfskonu og vinkonu
Ólafar Nordal, ráðherra, þingkonu, deildarforseta og svo ótalmargt fleira. Það fer eins og hér hefur komið fram afar vel á því að skeyta þessum afmælisfögnuðum saman fyrir 20 árum þegar að lagadeildin á Bifröst var stofnuð. Voru uppi efasemdir ágæti þess að fjölga lagadeildum hér á landi. Það þurfti framsýni, hugrekki og kraft til að koma á slíkum umbótum í laganámi. Það var því eins og hér hefur verið nefnt mikil gæfa fyrir Bifröst að njóta krafta Ólafar við uppbygginguna. Ég kynntist Ólöfu fyrst í byrjun desember, nánar tiltekið 4. desember. Þá var hún nýtekin við embætti innanríkisráðherra og nýkomin úr erfiðri krabbameinsmeðferð. Ég minnist þess vel þegar ég gekk inn í ráðherraskrifstofuna. Þá sat hún í sófanum og stóð upp, glæsileg, geislandi af krafti og gleði. Ólöf þurfti ekki mörg orð til að sannfæra mig að starfa fyrir hana. Eitthvað hef ég samt verið að malda í móinn því ég nefndi það að ég væri nýbúin að skrá mig í doktorsnám og var með vandlega skipulagða rannsóknaráætlun farteskinu og þetta var eitthvað smá vandamál fannst mér sko. En Ólöf horfði á mig með þessum djúpu, dökku augum og svona stríðnisklampa jafnvel eins og brá fyrir oft. Kristín, má þetta ekki bíða? Og jú, það mátti sko bíða. Og ég sé sko ekki eftir því. Eftir stendur dýrmæt vinátta, minningar og reynsla og það ómetanlegt. Ólöfu var margt gefið eins og flestir vita og hún nýtti það vel. Hún var ekki bara afburða stjórnmálakona heldur ljónskarpur lögfræðingur. Fljót að greina kjarna máls, flóknustu úrlausnarefni og það óhætt að segja að þessir kostir hennar hafi auðveldað starf mitt sem átti að vera lögfræðilegur aðstoðarmaður. Meðal helstu hugðarefna Ólafar í lögfræðinni var stjórnskipan landsins. Virðing hennar fyrir grundvallarstoðum samfélagsins birtust skýrlega í öllum störfum hennar og ákvörðunum. Sem ráðherra og í samskiptum við Alþingi og dómstóla. Hún vandaði til verka við alla ákvörðunartöku, kallaði eftir og hlustaði á rök og andstæð sjónarmið áður en ákvörðun var tekin. Þar sem að lögin buðu henni ekki vald eða mat, þá virti hún það. Þótt niðurstaðan færi gegn innri sannfæringu hennar, því sem að hjartað sagði henni og réttlætis tilfinningu. Það gat verið henni afar þungbært. En þá sett hún í brýnnar og sagði, ekki hægt að breyta þessum lögum eða reglum, bæta þetta. Og þannig vann hún. Og af þeim fjölmörgum málum sem hún sett á oddinn í innanríkisráðuneytinu, lagði hún sérstaka áherslu á að styrkja dómskerfið, koma á svonefndu millidómstigi, almennum áfrýjunardómstól og fjölga dómstigunum þar með úr 2, eins og þau höfðu verið frá stofnun Hæstaréttar 1920 og í 3, líkt og almennt tíðkast í nágrannaríkjunum. Hún hafði látið sig þetta mál varða sem þingmaður á árunum eftir hrun. Þá lýsti hún þeirri skoðun að styrkja þyrfti dómskerfið með stofnun millidómstigs til þess að það gæti tekist á við þau þungu mál sem fylgdu efnahagshruninu. Áhersla hennar á þetta mál var ekki vegna þess að hún teldi það fallið til pólitískra vinsælda. Heldur var hún innlæglegrar þeirrar skoðunar að með breytingunni yrði stigið stórt framfaraskref í þágu samfélagsins. Ég vil því gera þessar umbætur og þátt Ólafar í að ná þeim fram að sérstöku umtalsefni hér í dag.
Fyrst langar mig aðeins að víkja að forsögunni því að aðdragandinn að málinu hann var nú nokkur. Og í því 2 þrepa dómskerfi sem að þjónað hafði okkur frá 1920, þá var Hæstiréttur í senn í hlutverki áfrýjunardómstóls og fordæmisgefandi dómstóls. Sú skipan var vissulega skilvirk og hagkvæm, en á henni var hins vegar sá alvarlegi ágalli að það var ekki gerlegt að láta munnlega sönnunarfærslu fara fram milliliðalaust á áfrýjunarstigi. Slíkt hefði skapað of mikið álag á réttinn og tafið mál. Hæstiréttur gat því í þessu 2 þrepa dómskerfi ekki endurmetið munnlegan vitnisburð sem fram fór í héraði, þar sem það hefði brotið gegn grundvallarreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu. Og hún auðvitað sérstaklega mikilvæg í sakamálum. Þar við bættist að mikið og vaxandi álag á Hæstarétt hin síðari ár skapaði hættu á að rétturinn gæti ekki sinnt sem skyldi því mikilvæga hlutverki að vera fordæmisgefandi. Þessi staða var talsvert áhyggjuefni almennt og árið 2010 sendu helstu fagfélög í lögfræðistéttinni frá sér áskorun til þáverandi dómsmálaráðherra að grípa strax til ráðstafana til að koma hér á millidómstigi, bæði í einkamálum og í sakamálum. Strax í kjölfarið skipaði þáverandi innanríkisráðherra starfshóp til að skoða þörfina, greina kosti og galla ólíkra leiða. Nú enda þótt almenn samstaða hafi verið að koma á millisdómstigi, má segja að vindar hafi blásið úr ólíkum áttum þegar kom að því að velja leiðir og útfærsluatriði. Einkum hvort rétt væri að afmarka millidómstigið við sakamál eða hvort koma ætti á almennu áfrýjunarstigi bæði í einkamálum og sakamálum. Efasemdir almennan áfrýjunardómstól byggðu helst á fjárhagslegum rökum. Það var ákveðin vantrú á það að það fengist full fjármögnun fyrir almennt áfrýjunarstig. Þrátt fyrir þessar efasemdir fól þáverandi innanríkisráðherra árið 2013 starfshópi að skrifa frumvarp sem byggði á að settur yrði á fót almennur áfrýjunardómstóll. Starfshópurinn skilaði frumvarpi nokkrum mánuðum eftir að Ólöf tók við embætti. Frumvarpið og sú forvinna sem fram hafði farið lagði gríðarlega mikilvægan grunn að starfinu sem að við tók. Og þegar Ólöf tók við málinu, þá var það henni efst í huga að ná þyrfti víðtækri sátt slíkar grundvallarbreytingar á dómskerfinu, vöggu réttarríkisins eins og hún nefndi það. Hún fór strax í það að leita almennra umsagna frumvarpið sem fyrir lá, fól rýnihópi sem skipaði var breiðfylkingu úr lögfræðistéttinni að fara yfir umsagnirnar. Eftir að hafa farið sjálf rækilega yfir og ígrundað athugasemdir og sjónarmið sem bárust, þá var það mat Ólafar að það væri rétt að koma hér á almennum áfrýjunardómstól, bæði í einkamálum og sakamálum. Sú leið myndi best tryggja réttláta málsmeðferð og gæði dómskerfisins. Hún lagði strax á það áherslu að búa þyrfti svo að fullnægjandi fjármagn fengist og að sjálfstæði dómskerfisins og innviðir þess yrðu styrktir samhliða. Hún komst svo að orði í viðtali við Lögmannablaðið snemma árs 2016. Þjóðfélagið þarf að vera tilbúið að fjárfesta í grunnstoðum. Grunnstoðirnar skipta miklu fyrir samfélagið og þurfa líka að vera svolítið í friði. Ólöf horfði því ekki þröngt á hvaða breytingar væru allra nauðsynlegastar út frá grundvallarreglum, heldur hvernig byggja mætti undir stoðir dómskerfisins og efla það til framtíðar. Þessi nálgun hennar og skýra framtíðarsýn skapaði traust og trú á málinu og að því yrði fylgt
eftir með festu. Og það gerði Ólöf sannarlega og af miklum krafti. Hún leitaði ráða víða, talaði við fólk og hlustaði og fékk færustu sérfræðinga á sviði réttarfars til frumvarpsvinnunar. Það fór svo að efasemdar raddir hljóðnuðu að mestu og róið var í sömu átt og alla leið í höfn. Nýskipan dómsmála með stofnun Landsréttar og sérstakrar sjálfstæðrar stjórnsýslustofnunar dómstólasýslunnar var samþykkt á Alþingi vorið 2016 með atkvæði allra sem viðstaddir voru. Þetta stóra mál náðist því breið samstaða eins og Ólöf hafði lagt svo mikla áherslu á. Með breytingunni var tryggt að milliliðalaus sönnunarfærsla gæti farið fram á áfrýjunarstigi og að Hæstiréttur gæti sinnt fordæmisgefandi hlutverki sínu sem skyldi. Nýlegir dómar Mannréttindadómstóls Evrópu sem fallið hafa gegn Íslandi á þeirri forsendu að munnlegt sönnunarmat í sýknudómum í héraði hafi verið endurmetið milliliðalaust í sakfellisdómum Hæstaréttar í tíð eldri skipulags eru áminning mikilvægi þeirra réttarbótar sem stofnun Landsréttar var. En eins og ég vék að áðan þá taldi Ólöf mikilvægt að styrkja samhliða innviði dómskerfisins og sjálfstæði þess gagnvart framkvæmdarvaldinu. Hún lagði því til og úr varð að til varð sjálfstæð stjórnsýslustofnun, dómstólasýslan, sem skyldi sjá að samræma sameiginlega stjórnsýslu dómstólana, veri fyrirsvari fyrir þá sameiginlega út af við og gera í raun og veru tillögur hvað eina sem gæti orðið til úrbóta í störfum dómstóla og breytingar á löggjöf sem þá gilda. Sú framsýni sem Ólöf sýndi með þessu hefur verið afar mikilvæg í þeirri uppbyggingu sem þurfti samhliða stofnun Landsréttar og til framtíðar stefnumótunar fyrir dómskerfið. Dómskerfið hafði fram að stofnun Landsréttar í reynd verið vanfjármagnað. Það hefur sýnt sig að áhyggjur á fjármögnuninni voru óþarfar, en það skipti eflaust máli hversu mikla áherslu Ólöf lagði á nauðsyn hennar. Þegar hún mælti fyrir frumvörpunum í þingi sagði hún: Það er mín einlæga skoðun að réttarkerfið okkar, ein af allra mikilvægustu grunnstoðum samfélagsins, hafi verið fjársvelt svo að ekki verði unað við það lengur. Hún sagði líka: Gæði réttarkerfisins ráða því hvort við búum raunverulega í réttaríki. Við erum komin að hættumörkum, óháð stofnun nýs millidómstigs, það þarf að bæta verulega í. Á heildina litið er dómskerfið nú mun betur fjármagnað en áður og betur í stakk búið til að sinna grundvallar hlutverki sínu. Ólöf náði því þeim höfuðmarkmiðum til úrbóta á dómskerfinu sem hún lagði mesta áherslu á. Framsýni Ólafar og sterk heildarsýn hefur líka skapað tækifæri fyrir frekari framþróun. Það má segja að samhliða stofnun Landsréttar hafi dómskerfið verið fært til nútímans hvað tölvu- og upplýsingatæknimál varðar, en það hafði setið verulega eftir. Dómskerfið er nú mun betur undir það búið að þróast í takt við samfélagið þar sem stafrænar umbreytingar eru veruleiki. Dómstólasýslan undirbúr nú stefnumótun og framtíðarsýn stafrænt dómskerfi, þar sem málsmeðferð verður í auknum mæli stafræn. Heildarmarkmiðin eru að auka hagræði, skilvirkni og gæði þjónustu í dómskerfinu. Það á við þessar umbætur eins og aðrar umbætur á dómskerfinu að stíga þar varlega til jarðar, ígrunda vel hvert skref sem er tekið þannig að tryggt verði að breytingarnar verði til góða fyrir vöggu réttarríkisins, eins og var alltaf Ólöfu Nordal efst í huga. Eins og fram hefur komið þá var Ólöf hér í stjórnmálum til að hafa áhrif á samfélagi til góðs. Stofnun Landsréttar og aðrar breytingar sem voru gerðar til að styrkja dómskerfið
eru mesta réttarbót sem náðst hefur í dómskerfinu, ef ekki frá upphafi, það frá stofnun Hæstaréttar, þá að minnstakosti frá því að dómsvald og umboðsvald var aðskilið í héraði. Það var Ólöfu mikið hjartans mál að ná víðtækri samstöðu málið og sigla þingmálunum í höfn. Og það var dýrmætt fyrir samfélagið að það skyldi nást og það var dýrmætt fyrir hana. Til þess þurfti krafta hennar, framsýni, hugrekki og hyggindi. Takk fyrir. Þökkum Kristínu kærlega fyrir þessa yfirferð. Það var náttúrulega gaman að heyra þessa sögu sem við þekkjum flest og hversu miklu máli það skiptir að vera ekki bara með réttan kompás og vita hvert maður vill stefna, heldur líka hvernig hægt að ná því, og það með samstarfi og því að vilja ná til sem flestra og ná svona sameiginlegum niðurstöðum. Þannig að takk fyrir þetta, Kristín. En strax í upphafi laganáms á Bifröst þá var settur fókus á viðskiptalögfræði og eins og ég nefndi áðan að erlendri fyrirmynd frá Danmörku og Þýskalandi. Og það áhersla sem hefur haldist alveg til þessa dags og við erum nýbúin að staðfesta í stefnumótun lagadeildarinnar. Og við ætlum að halda okkur við og til framtíðar, auk þess sem við viljum leggja sérstaklega áherslu á sjálfbærni og samfélagsábyrgð sem við teljum að viðskiptalögfræðingar sérstaklega þurfi að vera vel heima í, og nýsköpun og tækni sem ég held að Kristín minntist á áðan hvernig störf dómstólana eru að breytast og störf lögfræðinga eru nú veru allra þurfa að breytast með nýsköpunarhugsun og tækni. En viðskiptalögfræði nýtist í mjög fjölbreytt störf og áður en við tökum kaffihlé þá ætlum að heyra frá fyrrum nemendum lagadeildar Háskólans á Bifröst hvernig námið nýtist þeim. Og ég ætla að setja á stað smá upptöku sem að við tókum viðtöl við þessa laganema, fyrrverandi laganema, og síðan þegar því lýkur að þá getum við rétt úr okkur, við sem erum hér í Raunheimum, og fengja okkur kaffiræsingu. Áður en við förum inn í síðara hluta dagskrár. Hér hún. Við hefjum aftur dagskrá fyrir þá sem eru að hlusta okkur í beinu streymi klukkan 15:30. En nú gef ég orðið yfir til fyrrverandi nemenda. Ég var í hópi fyrstu nemenda sem hófu námið viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst og það var árið 2001 sem við komum hingað, skemmtilegur hópur, frábær hópur af nemendum sem stigum það hugraka skref að fara í laganám annars staðar en við Háskóla Íslands, vegna þess að áður hafði lögfræði ekki verið kennd annars staðar heldur en við HÍ. Og við vorum öll gríðarlega spennt og komum hingað á kampus og okkar beið stórmerkilegt ævintýri. Bæði það að taka þátt í verkefninu að byggja upp lagadeild, vegna þess að mér finnst oft nemendur vera mikilvægur þáttur í deildinni sjálfri. Og svo líka bara að vera hér í þessu samfélagi og kynnast kennurum svona náið sem varum öll einhvern veginn saman í því að hugsa hvernig er hægt að kenna lögfræði með öðrum hætti. Enginn af okkur sem hóf nám hér ætlaði nokkurn tímann að verða starfandi lögfræðingur, en það var það ekki boðið þegar við byrjum. Það var bara 3 ára BS-nám í viðskiptalögfræði. En svo eins og lögfræðin er oft, hún er svo ofboðslega spennandi og þetta sækir dálítið á þessi fræði þegar maður er komin inn í lagahugsunina, og þá voru flest okkar sem vildu halda áfram. Þannig að eðlilegt framhald hjá Háskólanum á Bifröst var að bjóða síðan upp á ML-nám í lögfræði og við héldum þar áfram 8 nemendur af stórum hópi sem ákveðum að halda áfram í laganámi hér.
Ég sá það sem mikið kost að ég gæti klára mitt nám á 2 árum og verið svona aðeins frá skarkala borgarinnar og það var svona umhverfi sem ég sá sem mjög jákvæð merki fyrir mig persónulega. Hafði alltaf heillast að lögfræði, svona bara fannst það áhugavert málefni og sá fyrir mér að það geti nýst mér mjög vel á leiðinni, á svona lífsleiðinni. Ég vissi það líka að ég hafði mikinn áhuga að fara að vinna hjá fyrirtækjum og í atvinnulífinu, kannski frekar en hjá ríkisstofnunum eða einhverju slíku. Þannig að viðskiptalögfræðin per se með áherslu á atvinnulíf og fjármálastarfsemi og slíkt sá ég að gat nýst mér nokkuð vel. 2007 kláraði ég námið á Bifröst og fer þá að vinna í Landsbankanum í lögfræðinnheimtu á því herrans ári. Ég sinni því í 2 ár og fer svo yfir í Arion banka, starfa þar sem ritari stjórnar bankans í einhver 5 ár, þannig að ég vinn í bönkunum í 7 ár, fæ þarna dýrmæta innsýn inn í bankakerfið rétt fyrir hrun og svo í uppbygginguna eftir hrun. Eftir það þá fer ég í meistaranám til Asíu, þar sem ég ílengist í 4 ár, klára mitt meistaranám við háskóla í Suður Kóreu og í Filippseyjum og fer svo að vinna í Singapúr og Kína, meðal annars í Hong Kong og Tævan við svona ýmis stjórnendastörf og ráðgjafastörf. Mér hefur alltaf þótt gott að útskýra viðskiptalögfræðina sem svo að ég er lögfræðingur með þekkingu á Excel. Þannig ég veit hvernig þetta virkar og hvað þarf að liggja að baki. Þannig að þetta svona víkkar alveg sjóndeildarhringinn minn töluvert, vekk ég svona miklu meiri praktískari nálgun á námið, meiri skilning á því, raunverulegan skilning á því hvernig við eigum að leysa úrlausnarefni þegar að út á vinnumarkaðinni komið. Og þess vegna finnst mér svo gott að hafa gengið í gegnum þetta nám með einmitt kennara úr atvinnulífinu til þess einmitt að ná þessari víðsýni á viðfangsefni hverju sinni. Og þetta hefur nýst mér svakalega vel til dæmis í störfum mínum hjá nefndum eftirlitum lögreglu, þar sem ég þarf að hafa rosalega víðsýni á viðfangsefnið og tala nú ekki núna í störfunum mínu, þá þarf ég ennþá betur að nýta mér þetta. Í náminu að þá fann ég það mjög sterkt að ég áhuga á mannréttindum, ég áhuga á vinnurétti og stjórnsýslurétti og svo þetta eins og oft er að þegar maður útskrifast og þá veit maður kannski ekki alveg hvar maður mun fá vinnu. En á þeim tíma er verið að auglýsa eftir lögfræðingi hjá BSRB sem eru heildarsamtök stéttarfélaga á opinberum vinnumarkaði. Og mér fannst það mjög áhugavert og hafði fundist vinnuréttinu svo skemmtilegur að ég ákvað að sækja og á þeim tíma líka þá var svona algengt að fólk væri kannski bara í 1, 2, 3 ár í þessu sínu fyrsta starfi og svo var það jafnvel að prófa fleiri af því að lögfræðin eru þetta líka fjölbreytt. En ég byrjaði þarna haustið 2008 og hef verið þar síðan á sömu skrifstofu, bara breytt starfsheiti. Þegar ég ákvað að fara upp á Bifröst þá var ég mjög ákveðin í að ég ætlaði að læra lögfræði. Það var bara svona að mínum að á þeim tíma svolítið svona auka útúrdúr að læra viðskiptafræðin en það er mjög skemmtilegt að hugsa tilbaka því þau auðvitað hafa nýst mjög svo ofsalega vel í mínu starfi. Tíminn yfir höfuð var bara yndislegur og samfélagið á Bifröst í mínum huga einstakt. Við fórum 3 uppbyttir og komum 5 tilbaka. Við bara nýttum allt sem að dvölin hafði upp á að bjóða. Ég valdi upphaflega það út af viðskiptalögfræðinni og þessari blöndu af lögfræði og viðskiptafræði. Hafði á sínum tíma eiginlega meiri áhuga á viðskiptafræðinni eins og kannski flestir þarna 2006-07 og sá fyrir mér að það væri fínt að læra viðskiptafræðina og hafa svona lögfræði grunnþekkingu með. Og svo bara heillaði lögfræði mig alveg. Ég byrjaði að vinna hjá Landsvirkjun bara meðan ég var að skrifa meistararitgerðina og hef verið þar síðan. Verkefnin aftur á móti eru gríðarlega fjölbreytt. Ég hélt fyrst að þetta væri kannski mest bara eignarréttur og samningar við landeigendur og eitthvað slíkt. En við erum í raun og veru í öllu frá því að fá fyrirspurnir hvort það megi spila íslenska tónlist í matsalnum í hádeginu án þess að borga stefgjöld, upp í það að semja við alþjóðlega lánastofnanir Evrópska fjárfestingarbankan fjármögnun fyrir stærri virkjanaframkvæmdir.
Takk fyrir og gjörið svo vel. Fáum okkur hressingu og kaffihlé.
er ég að tróða mig? Hvar setti ég eiginlega grímuna þína? Grímuna þína? Ég þarf bara að fá aðra. Þetta er svolítið þannig að maður nær sér nýja grímur. Segðu mér ekki svona, nú erum við að tala spurningar. Já, sko, ég gæti lagt, ég bara datt allt í hug í lokin, best ég stinga inn hérna nokkrum, 3 spurningum. Og hérna... Spurningar sem er á panelinu í heim? Já, í raun og veru, bara almennar spurningar. Já, mér finnst fara vel á því, á svona í svona panelum. Já. Vegna þess að við, let's face it, það verður ekki jöfn svörum, sko. Hérna er þetta. Þetta er alveg... Þannig að ég bara ætla að vera með það, svo er ég aðeins að pæla, mig langar til að lesa aðeins hérna upp úr gömlum úljóti. Það aðeins að finna það. Og svo ætlaði ég að svifla. Já, ég er með hérna. En ég ætlaði reyndar að vera með, ég var búin að ákveða að svifla bókina hennar Ingibergar og ég glemdi henni upp. Skandinavíu.
Unnarsteinn.
var svo sem bara þetta hérna sem ég er með. Ég set þetta bara hér. Ok, er þetta alltaf læg? Já, flott. Hendur betur. Já. Einmitt.
Komið aftur sæl og blessuð og velkomin aftur að streyminu þið sem eru með okkur í gegnum það. Nú erum við svo heppin að hafa með okkur nýskipaðan ráðherra vísinda, iðnaðar og nýsköpunar. Og þar sem að málefni háskólana falla undir hennar verksvið hefur hún fallist á að segja nokkur orð og í tilefni dagsins. Og við bjóðum Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur hjartanlega velkomin í pontu. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir fyrir það, rektor og fjölskylda Ólafar og aðrir góðir gestir hér. Það gleður mig innilega að fá að ávarpa ykkur hér á Bifröst á afmælisþingi lagadeildar sem nýr vísinda, iðnaðar og nýsköpunarráðherra og í minningu Ólafar Nordal. Ég auðvitað ekki alveg hlutlaus þegar kemur að Ólöfu því að hún á mjög stóran stað í hjarta mínu. Hún hvatti mig til dáða í stjórnmálunum og lífinu almennt, var mér mjög frábær og mikilvæg fyrirmynd og umhugað ekki bara þá sem stóðu henni næst heldur samfélagið í heild sinni, eins og hefur komið svo fallega og vel fram hjá þeim Bjarna og Kristínu hér áðan. Og ég verð að fá að segja að eitt af því merkilega við Ólöfu fyrir mér var dýptin af því að hún var hvort tveggja sterk og hlý og í senn frjálslynd og íhaldssöm. Og hún var mjög meðvituð mikilvægi þess að hlutir væru vel ígrundaðir, að ákvarðanir væru teknar með við bestu vitneskju hverju sinni og að samfélagslega stofnanir stæðu á sterkum grunni. Og við vissum líka hvert við værum að stefna. Og á sama tíma var hún meðvituð mikilvægi þess að ýmsu mætti breyta, ekki bara breytingana vegna, heldur ef að það var til þess fallið að bæta samfélagið, stuðla að auknum framförum og leysa mikilvæga krafta úr læðingi. Ég því fullviss að hún sæi þau tækifæri í breytingunum á ráðuneytinu sem nú fer með háskólamál sem ríma vel við orð Ólafar á Alþingi þegar hún sagði: það brýnt að umræða menntamál sé á víðari grunni. Við þurfum að líta til þess sem skiptir öllu máli fyrir Íslendinga, að ná góðum árangri í grunnrannsóknum og vísindum og að allir þeir fjármunir sem við setjum í menntakerfið nýtist með þeim hætti að framtíðar kynslóðir landsins fái þá menntun sem við helst kjósum og að við náum jafnframt að bæta okkur á sviði rannsóknar og nýsköpunar. Ég held að þar liggi til lengri tíma samkeppnisstaða Íslands. Það eins og hún sé að lýsa nýju ráðuneyti. En kæru gestir, það ástæða fyrir því að ég rifja þetta upp nú þegar við minnumst þess að 20 ára eru liðin frá því að Háskólinn á Bifröst hóf að bjóða upp á nám í lögfræði. Ég veit að Ólöf var mjög áhugasöm það að lögfræði er kennd víðar en lengstan hluta 20. aldarinnar var einungis boðið upp á nám í lögfræði við lagadeild Háskóla Íslands. Hún var aldrei í vafa að aðra menntastofnanir myndu varðveita og viðhalda akademísku frelsi og vanda til verka þegar kom að því að kenna lögfræði. Hún vissi jafnframt að lögfræði gæti nýst á svo marga vegu og það sést meðal annars hér svo vel á Bifröst þar sem nú boðið upp á þessa viðskiptalögfræði og 2 leiðir til meistaragráðu og eins og við sáum í viðtölum við fyrrum nemendur skólans hér áðan. Styrkur laganámsins á Bifröst að mínu mati hinn sterku tengsl við viðskiptalífið og það umhverfi sem nemendur munu starfa í að námi loknum. Á þann veg skapast forsendur til þess að bjóða nemendum upp á nám sem mótað af og sniðið af þeim kröftum sem atvinnulífið gerir menntun og hæfni starfsmanna og þeir þjálfast í verkefnamiðuðu námi sem lagað sem mest að raunverulegum aðstæðum. Og það skiptir máli. Laganámið á Bifröst hefur verið löngu sannað gildi sitt fyrir viðskiptalífið og hefur reynst nemendum haldgóður grunnur fyrir gefandi störf á vinnumarkaði. Einmitt eins og starfsmiðað nám á háskólastigi ætti að gera. Skólinn hefur tekið á móti fjölbreyttum hópi nemenda, fólki á ólíkum aldri og með ólíkan bakgrunn og útskrifað fólk sem vel í stakk búið að takast á við fjölbreyttar áskoranir í atvinnulífinu og í lífinu almennt. Hér talað inn í framtíðina og með fjarnámi sem heimsfaraldurinn hefur auðvitað ýtt öllum hraðar í og sem betur fer, en einnig vakið athygli á þessum kosti og gæðum þess hér á Bifröst. Ég veit að Ólöf var stolt af árum sínum hér í háskólanum og ég þess fullviss að hún var ekki síður stolt af þeim árangri sem nemendur skólans hafa náð allar götur síðan. Kæru vinir, ég vil að lokum segja að það mér mikill heiður að eitt af mínum fyrstu verkum sem sá ráðherra sem fer með málefni háskólans
skuli vera að fá ávarpa ykkur hér í ráðstefnu sem tileinkuð Ólöfu Nordal. Ég vil óska lagadeild Háskólans á Bifröst til hamingju með þennan merka áfanga og óska ykkur öllum góðs gengis í framtíðinni og hlakka til samstarfsins. Takk kærlega fyrir þessar hlýju kveðjur og góðu hvatningu ágæti ráðherra. Nú þá komið að því að fjalla hvernig laganám hefur þróast á síðustu 20 árum, höfum við gengið til góðs, götuna fram eftir veg. Til þess að reifa helstu sjónarmið höfum við fengið okkar eigin Kristrúnu Heimisdóttur, lektor við lagadeildinni hér á Bifröst og við bjóðum hana velkomna hér á svið. Gjörðu svo vel, Kristrún. Kæru vinir, kæru gestir, kæra fjölskylda Ólafar, öllsömmul. Ótrúlega dýrmæt stund hér í dag finnst mér og merkilegt að það skiptir svo miklu máli að viðhalda siðmenningunni í samskiptum fólks. Og það á ekki síst stjórnmál. Stjórnmál eiga að vera siðmenntuð. Það það sem skiptir mestu máli fyrir samfélög. Og mér fannst þessi ræða Bjarna Benediktssonar og það sem Kristín Haraldsdóttir sagði hér, það snerti mig, mér fannst það merkilegt og ég mun geyma það í minningunni og við þurfum að gera meira af þessu. Við þurfum að gera meira af því að heiðra fólk, tala það sem vel gert og leggja inn í það sem skiptir máli fyrir samfélagið og byggir það upp. Hins vegar ætla ég að vara ykkur við því að mæta á fundi með einhverjar margar hugmyndir. Ég mætti á fund með hugmyndir og endaði með því að þurfa að halda hana fyrirlestur. Og það kom í ljós að efnið var að sumu leyti flóknara heldur en að ég hefði búist við. En líka afskaplega merkilegt og margt sem ég sá sem ég hafði ekki gert mig grein fyrir og heildarmynd sem kom til mín þegar ég var búin að fara yfir þetta allt saman. Allar þessi skjöl og skýrslur sem farið að skrifa í menntamálaráðuneytinu og víðar. Og ég búin að ákveða það að ég ætla að skrifa grein þetta í framhaldinu. En sem sagt, ég ætla að byrja sögunni eins og hefur nú verið gert hér áður í dag á þessu upphafi sem Ólöf og Ingibjörg Þorsteinsdóttir og Bryndís Hlöðversdóttir og Runólfur Ágústsson og allt þetta fólk stóð fyrir. Vegna þess að það var náttúrulega alveg ótrúlega frökk gjörð að efna til þess að fara að kenna lögfræði utan lögbergs, hússins þar að segja, í Vesturbæ Reykjavíkur. Það var nefnilega þannig að lagadeild Háskóla Íslands var í rauninni svona ólympsfjall og prófessorar þar höfðu nær algjört kennivald, enda streymdu þeir til æðstu embætta og sinntu jafnan fleiri embættum en einu. Þegar lögmaður gaf út ádeilurit, deilt á dómarana, með almennri gagnrýni, varð viðkomandi lögmaður Jón Steinar Gunnlaugsson að eins konar goðsögn. Þetta tíðkaðist bara ekki. Og þegar að kvennalistakona Ingibjörg Sólrún Gísladóttir andmælti kenningu lagadeildarinnar afbrotin nauðgun og skrifaði mér þessa grein í sjálft tímarit lögfræðinga, var það náttúrulega eiginlega hneyksli. En í þessum nýja lagaskóla á Bifröst var áberandi að í hópi kennara voru hlutfallslega fleiri konur en tíðkast hafði í lögfræðinni. Nýjir kraftar voru að leysast úr læðingi. Bifröst byggði auðvitað á sterkum skólagrunni samvinnuskólans sem stofnaði var 1918. Og ég man eftir því að þegar ég kom hingað til kennslu sennilega á 3. ári deildarinnar, þá var mér strax ljóst að þarna var komin annar þjóðfélagshópur inn sem nemendur í lögfræði en fram að þessu hafði verið algengast. Nemendur mínir hafðu flestir verulega starfsreynslu úr atvinnulífi og var fjölskyldufólk, núna mætt til þess að bæta við sig nýrri þekkingu og starfshæfni til viðbótar.
Oft hugsaði ég til þess sem Sigurður Líndal sagði svo oft til að útskýra af hverju svo margir féllu í almennri lögfræði. Nefnilega að þetta væri svo ungt og óreynt fólk að það skorti þekkingu og vit á samfélagi og atvinnulífi. Og ég get vottað að umræður í tímum voru allt öðruvísi þarna á Bifröst. Það voru svo margir sem að gjörþekktu það sem að verið var að tala höfðu reynslu af því sem úr rekstri, alls konar atvinnurekstri sem menn höfðu staðið í sjálfir og svo framvegis. Þegar var gerð allsherjar úttekt á íslensku laganámi árið 2010 á vegum menntamálaráðuneytisins. Og þetta fór nú algjörlega fram hjá mér á sínum tíma, en ég er búin að fræðast gífurlega mikið af þessum 450 blaðsíðum sem ég þurfti að prenta út til þess að lesa þetta allt saman. Og þetta voru, ástæðan var sú, eftir þessum að mínar heimildir herma, að Ríkisendurskoðun og ráðuneytið höfðu áhuga því að auka skilvirkni og spara peninga í þessu kerfi, höfðu gert svona úttekt á viðskiptafræðinámi á Íslandi og vildu gera það líka á laganáminu. Og þetta er mjög áhugavert að fara yfir þetta, jafnvel þó ekkert hafi komið út úr sem mér er sagt og þessu hafi ekkert verið fylgt eftir. Þá er þetta enga síður einhvers konar svona punktstaða sem að maður sér út úr því að það koma útlendingar og leggja mat á þessa skóla og þetta nám. Og maður sér að allir skólarnir fengu ábendingar mögulegar úrbætur. Náttúrulega fékk Háskóli Íslands þar ábendingar að hætta stráfella fólk svona mikið á fyrsta ári, svo dæmis er tekið. Það hefur náttúrulega aldrei verið sagt áður í þessu samhengi að mínu viti. Þegar að deilurnar stóðu sem hæst það hvernig ætti að standa því að fjölga lagadeildum á Íslandi, þá lýsti Eiríkur Tómasson, forseti lagadeildar, sérstöðu lagadeildar HÍ þannig í Lögmannablaðinu 2002 að hún ein kenndi lögvísindi. Það væri allt annar hlutur heldur en að læra einhverja afmarkaða þætti lögfræðinnar á takmarkaðan hátt eins og Eiríkur talaði Og það sem að alhliða nám í lögvísindum gerði var að gera nemendur hæfa til að sinna rannsóknum og leysa flókin lögfræðileg úrlausnarefni og það séu gerðar þar kröfur til lögmanna og dómara á Norðurlöndum og í HÍ að þeir geti farið jafnt með einkamál og sakamál og þar með leyst úr hvers kyns lögfræðilegum vandamálum. Þetta var að hans mati sérstaða lagadeildar Háskóla Íslands. Aðrir skilgreindu sérstöðu sinna skóla líka á þessum sama tíma og þetta eru heimildir sem maður getur lesið í Lögmannablaðinu. Ingibjörg Þorsteinsdóttir talar þetta 3 ára viðskiptatengda nám byggt á danskri og þýskri fyrirmynd og Háskólinn á Akureyri segir frá sinni sérstöku leið sem var svo að byggja á sérfræðingum frá útlöndum, kenna á ensku og byrja á því að kenna réttarheimspekilegan grundvöll lögfræðinnar og fara svo í að kenna hina hefðbundnu íslensku lögfræði, þar að segja búa sig undir það sem fólk þarf að geta og kunna til þess að geta veitt almenningi lögfræðileg ráð sem vitur í og dugur af. Síðan var það Háskólinn í Reykjavík sem var nú sá skóli sem síðan fékk að kenna á langmestum mótbyr að því leyti til að Háskóli Íslands skar upp herur gegn því að HR legði af stað með sitt nám. Og þetta muna áreiðanlega margir og óþarfi kannski að rifja upp í löngu máli. En það sem kannski skiptir ennþá máli enn þann dag í dag að þessi átök hafa skilið eftir sig vissa fæð, viss tómlæti og skort á samskiptum milli lagadeilda og innan þess sem við gætum alveg kallað íslenska lagaskólan. Því kannski ættum við frekar að vera að hugsa þessa starfsemi okkar í þessu landi sem einn lagaskóla sem ætti að vinna saman en ekki alltaf að vera að hugsa samkeppnina milli
þessara 4 stofnana og hversu marga nemendur hver getur kallað til sín. Og mér langar til þess að taka dæmi þessa fæð og ég bara, vegna þess að mér finnst mikilvægt að við viðurkennum að þessi raunveruleiki. En ég ætla ekki að taka dæmi sem særa neinn, heldur ætla ég að taka 2 dæmi sem varða bara mig sjálfa. Þannig að þá treysti ég því að þetta sé ekki til þess að valdi ekki neinum öðrum neinni óhamingju. En fyrra dæmið það hvernig Háskóli Íslands þegar hann var búinn að átta sig á því að hann myndi ekki ráða því að geta hindrað að þessi lagaskólar, og þá sérstaklega var lagaskóli Háskóli Íslands á móti HR. Eitt af því sem hann gerði í framhaldið á því var það að hann fór að ákveða það og einskorða aðkomu að bókasafni lagadeildar, eingöngu við eigin kennara, eigin nemendur og eigið fólk. Og til dæmis ég sem hafði unnið sem sjálfboðaliði á bókasafninu, ég hafði safnað peningum í stúdentaráði til Bókasafns Háskóla Íslands og ég var semst fyrrverandi nemandi og fyrrverandi ritstjóri Úlfljóts. Ég mátti ekki fá bók á bókasafni lagadeildarinnar sem ég gekk sjálf í. Það var lokað aðgangi að þessu sem allir voru búin að safna. Það var bara Háskóli Íslands sem maður gat fengið að nota það. Þetta er svolítið sérstakt, en svona var þetta. Ég held næstum því að það ekki nema svona kannski 1,5 ár síðan ég reyndi að nálgast bók sem hafði ekki verið lánuð út í 45 ár. Og ég ætlaði að fá að nota til þess að setja í doktorsritgerðina mína ákveðna hluti og þó að ég færi alveg upp á æðstu stig þá gat ég ekki fengið þessa bók lánað. Hitt dæmi sem ég ætla að taka þessa fæð var fæðin úr hinni áttinni, svo einkenndi svona ákveðið kannski líka tímabil. Og sagan þannig að ég hafði verið beðin að tala á fundi Órators laganám og lagadeild Háskóla Íslands og ég fjallaði þar meðal annars það að ég liti svo á að lagadeild Háskóla Íslands hefði ákveðið sérstakt hlutverk og ríkara hlutverk á margan hátt vegna þess að þetta væri sú deild sem að væri elst og stæði þannig á dýpstum grunni. Hún væri deildin sem við varum öll að fjármagna með okkar skattfé. Og það skiptir máli að eigendur þessar deildar, það að segja ríkið, styddi vel við þessa deild. Þetta lenti síðan í frétt í Morgunblaðinu, þessi ummæli mín. Og það var til þess að ég sem hafði nokkrum mánuðum áður ráðið mig sem stundakennari við Háskólann í Reykjavík, ég var rekin. En það stóð reyndar bara í 1 sólarhring. Ég var rekin fyrir að tala um HÍ og eitthvað sérstakann hlutar sem að HÍ hefði en sem sagt morgun eftir var ég reyndar aftur komið til starfa og svo það engin eftirmál á því og eins og ég segi þetta allar þessar sögur, báðar þessar sögur eru sagðar algjörlega þannig að það ætlast til þess beinlínis að þeim sem segja þær meiði engan og fjalli bara um mig. En spurningin sem að ég að kalla fram með því bara að rifja þetta aðeins upp og geti auðvitað að rifja upp margt fleira að í þessari úttekt sem ég að vísa til frá árinu 2010 og reyndar í öllum þeim samtölum sem að ég hef átt við alla mögulega lagakennara og aðra sem hafa tengst þessum deildum alla mögulega hluti í langan tíma og ég hef kennt við þessar deildir allar, reyndar bara siðfræði við Háskóla Íslands en lögfræði annars staðar, að þá alltaf þetta, af hverju tölum við ekki meira saman? Af hverju vinnum við ekki meira saman? Þessir útlendingar sem að benda þessum 4 skólum og ákveða að gera til að bæta starf sitt, þeir eru allir að segja, þeir að segja við Háskóla Íslands, ykkur vantar hugmyndir. Þið þurfið að hafa ykkur hugmyndir og sýna það hvert framlag ykkar til samfélagsins fram á veginn. Þið þurfið að koma með nýja hluti. Mér finnst þetta mjög gaman að sjá þetta í þessum ábendingum frá 2010. En þetta það sem ég var líka að meina þegar ég var að segja og lenti í mokkanum og var rekin fyrir það í 1 sólarhring að það skiptir máli hvernig háskólafólk heldur á samskiptum sínum við samfélagið og hvað þið hafa fram að færa til samfélag sem eins og við erum búin að vera í alveg ótrúlegum breytingum, ótrúlegum ófyrirséðum breytingum. Fyrst stærsta efnahagsáfall sem nokkuð maður hefur séð,
tótal áfall á Íslandi, það mesta af öllu því sem gerist í heiminum í þessari fjármálakreppu, hvergi annað eins og hjá okkur, og svo heimsfaraldur sem enginn hefði séð fyrir heldur. Þetta eru ótrúlega stóri hlutir og það eru ótrúlega mörg lögfræðileg verkefni og atriði og vandamál og úrlausnarefni sem full ástæða til fyrir akademíuna eða þau sem að stjórna þessum lögfræðideildum að taka upp af eigin frumkvæði og finna lausnir á. Og ég veit að það kannski svo að nefna snöru í Heimsmannshúsi, en hvernig ósköpunum gat öll lagaakademían láti stjórnarskrármálið þróast eins og það gerði. Af hverju fækk það að þróast án þess að fólk mótmælti forsendunum sem að öll þjóðin var farin að ræða það mál á. Mér finnst engu að síður líka dálítið mikilvægt og mér langar til þess að nefna það aðeins að þegar fjallað þróun laganáms og hvernig þetta hefur svona gerst, það finnst mér mikilvægt að fara aðeins aftur fyrir þennan tíma, aftur fyrir árið 2000 og lýsa því aðeins hvernig laganám var háttað árina undan þessari sprengingu sem hefur orðið á síðari árum. Ástæðan fyrir því að það voru svo margir sem studdu að þetta myndi gerast og það voru svo margir sem höfðu mikla sympatíu með því að þessi nýju skólar myndu koma var kannski í fyrsta lagi að það var auðvitað miklu færri sem komist til laganám en vildu. Og þarf ekkert að fara löngum orðum eða mörgum það þekkja það allir. En hins vegar var það líka þannig, og það gerðist á mínum tíma í deildinni, í lagadeildinni, að nemendur á minnst 2 árum, mínu ári og árinu á eftir, og eiginlega fleiri ef út af það stór hópur, bara svona órator sem félag laganema. Og stór hópur laganema gerði friðsamlega uppreisn í deildinni. Það ekkert hægt að kalla það neinu öðru máli. Af hverju var það? Það var vegna þess að það var tekið upp á því að breyta kerfinu og allt í einu var fólk stráfellt aftur á öðru ári, ekki bara að það var búið að gera það fyrsta ári, heldur var gert aftur á öðru ári. Og við ákváðum að gera eitthvað í þessu og við stofnum framfaranemnd Órators. Og það ótrúlegt, ég var að lesa í gömlum úrljóti það sem við gerðum. Það voru sendir nemendur til 8 landa til þess að kynna sér Órator og Elsa fjármögnuðu að senda nemendur til 8 landa til að kynna sér hvernig laganám og lagarannsóknir og slíkt færi fram. Það var meira að segja boðið kennara með á kostnað nemenda. Á kostnað nemenda. Við sendum bréf út allan bæ til allra mögulegra þekktra lögmanna, lögfræðinga, kvenna, kalla, öllum aldri út all land og báðum svona skýrslur, upplýsingar það hvernig fólk hefði upplifað námið svona standa með sér í starfi og í lífi. Og það voru 54 laganemar sem tóku að sér að gera alls konar úttektir á öllu mögulegu og ómögulegu sem varðaði laganám, háskólastarf og ég veit ekki hvað og hvað. Það satt að sé alveg ótrúlegt að horfa á hvað það voru margar vinnustundir. Og þetta endaði á því að við héldum ráðstefnu, stóra ráðstefnu með þátttöku, allir buðum öllum kennurum að koma og allir voru með og það var verið að ræða, það voru 2 sem voru aðalatriðin. Í fyrsta lagi réttindastaða nemenda í lagadeild sem þá var svo slæm að það má heita að það hafi bara bókstaflega engin réttindi verið. Ég ætla bara að nefna eitt dæmi sem sat mjög í okkur mörgum. Ófrískar konur voru látnar standa í prófum eða gátu ekki setið. Það var algjörlega óhugsandi að færa próf til eða gera eitthvað svona til að mæta fólki við einhverjum tilteknum aðstæðum. Og þess vegna var það eitt af aðalatriðunum við þessu sem við vorum að gera, að það myndi vera einhvers konar bót á réttindum nemenda. Ég hafði á þessum tíma til dæmis verið í skólastjórn og í svona réttindamálum í gömlum skóla eins og Menntaskólinn Reykjavík var. Og þetta var gekk langt fram allt það sem gerðist þó í þeim skóla sem þekktu fyrir að vera stífur. En hitt var síðan þetta að það var löngunin eftir því að hafa gaman í skólanum. Það var löngunin eftir því að hafa gaman í skólanum.
þetta ræddum við Ólöf Nordal satt að segja mjög oft. Vegna þess að við Ólöf Nordal áttum það sameiginlegt, okkur leiddist aldrei mikið að læra allt utan að. Og okkur fannst aldrei fyndið, ég man sérstaklega eftir því að við áttum mjög skemmtilegt samtal einu sinni það þegar við vorum að læra utan að fyrir almenna lögfræði. Og það voru sem sagt þessar 4 mismunandi skilgreiningar Ármann Snævar á, hvað var það? Það var einhver meginregla í lögfræðinni, það voru 4 mismunandi skilgreiningar. Og maður var að lesa þetta allt upp og læra þetta allt muniði á spjöldum til þess að fara í gegnum námið. En það sem sagt alveg ótrúlegt að skoða þetta og sjá hversu mikil vinna var lögð í þetta, hversu margir tóku þátt. Þetta voru sennilega upp á staði yfir 100 manns sem voru búin að leggja virkilega vinnu í þetta. Og af hverju var þetta gert? Þetta var gert af því að fólk var að biðja breytingar. Komu breytingarnar? Það sem gerist var það að lagadeildin, forseti lagadeildar, gaf út yfirlýsing það að þetta væri merkilegt starf og það myndi áreiðanlega, hann teldi að það myndi leiða til einhverjar umbóta. Og það var gott og við vorum glöð með það. En rauninni sá að það gerðist ekki margt, en það sem við vorum að biðja að myndi gerast, það kom 5 árum síðar. Af hverju kom það? Það kom vegna þess að það kom til Erasmus samstarf háskólana, það opnuðist leiðir til að fara til útlanda og læra þar alls konar hluti og kennararnir sem voru að kenna við lagadeild Háskóla Íslands fóru að fá útlendinga og voru að kenna þeim líka. Og það má segja að breytingarnar sem við vorum að biðja hafi komið 5 til 6 árum síðar. Það eiginlega hægt að lýsa því þannig. Aftur ætla ég bara að taka dæmi af sjálfri mér aðeins til þess að sýna hvað þetta gat haft mikil áhrif vegna þess að ég sjálf, ég fór í laganám til Löwen í Belgíu. Ég var 2 sinnum sumarlangt á réttarheimspekinámskeið á vegum Erasmus og ég fór í heimspekinám, mastersnám, þannig að ég fór 5 sinnum á vegum Erasmus til útlanda. Þurfti alltaf á kostnað Evrópusambandsins og með ómældri uppsprettu, þekkingar. Við sem studdum sem sagt af heilum hug tilkomu nýrra lagaskóla á Íslandi vegna þess að við töldum að HÍ yrði að fá samkeppni til að þróast, trúðum því að með fleiri skólum kæmi dýpri umræða, byggð á rannsóknarsamstarfi og gagnkvæmum ávinningi af að greina íslenskt þjóðfélag og hvernig lög þessa samfélags þjóni því best og farsælast. Ég hef á síðustu árum kynnst náið hvernig umræðu samfélag kollega verkar á lagaskóla. Ég hef verið tengd Kólumbíuháskólanum í New York á síðustu árum og á fyrsta degi við Kólumbíuháskólann voru mér afhentir lyklar að kaffistofu prófessora þar sem miklar umræður fara fram. Og ég tek það fram að ég bara nemandi, ég er rannsóknarfélagi og doktorsnemi, ég er ekki prófessor eða í einhverju slíku, en mér samt sem að bara afhentu lykill, gjörðu svo vel, hér ertu komin á kaffistofuna. Og þar er sem sagt umræða sem að er þannig að kannski á hverjum einasta degi eru 8 til 12 málstofur í boði allt milli himins og jarðar frá lögfræðilegu sjónarhorni eða réttara sagt óteljandi sjónarhornum. Ekki bara einu, heldur óteljandi. Og þegar ég hins vegar var ritstjóri Úlfljóts á sínum tíma, þá var það ennþá þannig að það var afstaða manna að ef einhvern tímann hefði birst grein efni, þá væri búið að skrifa það. Þetta er engar ýkjur. Þetta bara var svona og þetta var umræða sem ritstjóri tók við fólk. Það var í raun og veru þessi hugmynd það að það væri bara lægi fyrir hvað og það væri algjörlega óþarfi að diskutera það mörgum sjónarhornum. Og þetta einkennir enn þann dag í dag íslenska lögfræði. Hversu marg rit í íslenska lögfræði þekkið þið það sem verið er að gagnrýna eða debattera mismunandi sjónarmið? Ég bara er með happdrætti, ég skal borga eitthvað svona 2 nætur á Hótel Rangá fyrir þá sem geta komið með dæmi þetta á minn kostnað.
Það sem sagt svo skrítið með okkar hefð að hún svo svakalega pósitívísk að hún ekki einu sinni opin fyrir því að velta fyrir sér af hverju voru þessi lög búin til og til hvers eru þau, hver tilgangurinn með því sem verið að setja í lögin. Og þetta nú svo skrítið vegna þess að í raun og veru lögfræði hin upprunalega þverfaglega grein. Hún þverfagleg alveg frá því að lagaskólarnir í klaustrum Evrópu á 12. og 13. öld endurreistu lögfræðina í einhverjum nútíma skilningi og í þeim hætti sem við enn þekkjum í raun og veru. Og ég held að þegar fræðigreinar stöddu þessu fari þá segir það miklu lengri og víðtækari sögu en það og sem skýri af hverju utanbókarlærdómur hann alls ráðandi í 5 ára háskólanámi eins og hann var orðinn. Og það var eitt af því sem við gerðum, þessi hópur þarna, þessi framfaranefnd Orator sem ég búin að lýsa fyrir ykkur áður. Við kölluðum á og borguðum sérfræðingum fyrir það að fara yfir öll próf í lagadeild 5 ár aftur í tímann. Það voru 478 próf eða eitthvað álíka. Og niðurstaða þessara sem rannsökuðu prófin var að það sem að einkenndi laganámi væri svokallað fyrsta stigs þulunám. Það að segja, það var svo algengt í þessum prófum að það var engin spurning. Það var bara efni, það stóð bara yfirskrift efni eitthvað, en það var ekki spurt neitt. Og það var ekki ætlast til þess einhvern veginn að það væri fjallað þannig málið. Ég hef stundum sagt að það hafi skipt mestu máli að fara í gegnum lagadeildina á sínum tíma að hafa góðan rass. Að geta setið nógu lengi. Vegna þess að það sem var líka svo erfitt, fannst mér, var það að þetta sem maður átti að læra utan að, það gat verið þannig að ég mér sérstaklega minnist þetta að hafa farið og fundið á bókasafninu, af því þarna hafði ég einmitt aðgang að bókasafninu, að þá fann ég frumgrein á dönsku sem að ég hafði síðan átt að læra utan að á íslensku. Nema hvað, að ég fann að það var vitleysa í þýðingunni. Mínir vitsmunir, það að nota heilabúið var það að, hvað rétt hérna? Já, heyrðu, þetta rangt hérna, það hefur verið gerð mistökin í þýðingunni. Hvað gat maður gert í því? Ekki neitt. Maður var að gjöra svo vel að læra það sem var skráð á pappírinn til þess að fá stig í einkunnagjöf, í lagadeild, skiljiði. Þetta var, svona langt gekk þetta. Og það kannski eitt af því sem að ég held að við séum hætt að hugsa svona í raun og veru og ég alveg viss að það voru rosalega mikla breytingar, ég veit að það voru rosalega mikla breytingar á lagadeild Háskóla Íslands og ég alls ekki, ég að tala út frá lagadeildinni sem var mín lagadeild, ég ekki að tala gegn einni lagadeild eða neitt slíkt. Ég bara að segja að ég held að við séum komin raun og veru út úr þessu og þurfum að komast meira út úr þessu. Og við hefum alveg ótal sóknarfæri og ótal færi á því að bæta enn frekar það sem við erum að gera. En ég held að til þess að gera það, þá þurfum við að tala saman. Og við þurfum líka, það eru ýmsir pittir sem við getum dottið í. Einn pitturinn sá að hugsa ekki okkar lögfræði innan marka þeirra samfélagsgerðar sem íslensk samfélagsgerð. Það mjög algengt á Íslandi að það sé svona fallacy eða menn hrapi að ályktunum, til dæmis það að einhverju hlutir á Íslandi séu eins og í Ameríku. Það tekin kannski bara einhverja tölur og sagt, það eru svo prósent sem eitthvað kemur fyrir Ameríku, þá hlýtur það að vera eins á Íslandi, bara reiknað út frá höfðatölu. En okkar samfélagsgerð sérstök. Okkar samfélagsgerð til dæmis, við höfum til skamstíma haft afskaplega takmarkaða skipulega glæpastarfsemi. Nú hún farin að koma upp á yfirborðið. Eigum við þá ekki að finna ráð til þess að stuðla gegn því, koma í veg fyrir að það gerist. Ekki fleiri atriði í okkar samfélagsgerð, okkar lögum sem skiptir máli að vernda og styðja? Ætlum við ekki að tala íslensku eftir 100 ár þar að segja afkomendur okkar? Svona spurningar skipta máli. Hvernig ætlum við að vinna sigra hvað varðar sjálfbærni og loftslagsvána og svo framvegis? Hvernig ætlum við að búa til þá nýsköpun sem þarf til þess að geta breytt öllu þannig að við komumst inn í nýjan tíma á farsælan hátt? Þetta eru lögfræðilega spurningar. Þegar maður komin í til dæmis amerískt samfélag
eða lagaskóla í Bandaríkjunum, þá er þetta það sem allir að tala Þetta er það sem verður að fást við. Hvernig stuðlum við að því að þróa samfélagi til góðs? Og það er sú áskorun sem mér finnst að við að taka alvarlega og nú ætla ég að hætta að kjafta í dag og hlusta á aðra. Kærar þakkir. Við þökkum Kristrúnu kærlega fyrir hressandi erindi og það er nú alveg sérstaklega gott fyrir pallborð að fá afdráttarlausar yfirlýsingar frá þeim sem talar á undan. Það hjálpar til við að kveikja á talstöðunum hjá fólki. Ég hlakka mjög mikið til að hlusta á pallborðið okkar kryfja þessar spurningar. Nú, laganám hefur auðvitað breyst gríðarlega mikið frá þessari lagadeild sem að við Kristrún þekkjum og við mörg hérna inni. Og við erum með í pallborðinu fólk sem að þekkir lagadeildirnar allar og frá mismunandi tímum. Þannig að ég ætla bara að byrja á því að bjóða pallborðsgesti og stjórnanda upp á sviðamenn í kynningu til leiks. Umræðunum stýrir Unnar Steinn Bjarndal. Hann er lektor og hæstaréttarlögmaður, hann er lektor við lagadeild Háskólans á Bifröst og einn af okkar ástsælustu kennurum. Og eins og Helga Kristín Auðunsdóttir sem við heyrðum í áðan í upptökunni, þá var hann líka í fyrsta árgangi laganema hér við skólan. Gjörðu svo vel, Unnar Steinn. Bryndís Hlöðversdóttir, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu, er menntuð í lögfræði frá Háskóla Íslands, en hún hefur verið bæði deildarforseti lagadeildar og rektor Háskólans á Bifröst og þekki því skólan vel. Gjörðu svo vel. Ragnheiður Þorsteinsdóttir er lektor við lagadeild Háskólans á Akureyri og hefur nýlega gegnt stöðu deildarforseta þar. Gjörðu svo vel, Ragnheiður. Og til þess að við tryggjum að við ræðum að einhverju viti hvernig laganámið er í dag, höfum við fengið 2 unga lögfræðinga með okkur. Jóhannes Tómasson er ungur lögfræðingur frá Háskóla Íslands og starfa sem lögmaður á lögmannsstofunni Júris. Velkomin, Jóhannes. Og Erna Sigurðardóttir er lögfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og starfar í fjártækni og færsluhirðingarfyrirtækinu Rapid. Hún er líka stjórnarkona í rafmyntaráði og aðjunkt hér við lagadeild á Bifröst. Velkomin, Erna. Nú, ég ætla að áður en ég gef þeim hérna orðið og þá ætla ég að benda málþingsgestum á að það er hægt að setja inn fyrirspurnir á apparat sem heitir slido.com og það á bæði við gesti hérna í salnum og þá sem eru að hlusta á okkur í streymi og slóðina á lykilorðið sjáið þið á glærunni og það er hægt að setja þarna inn fyrirspurnin nafnlaust en ég hvet auðvitað fólk til að skrifa undir nafni. Við Unnar Steinn ætlum svo að hjálpast að við að fylgjast með fyrirspurnum og reyna eftir megni að blanda þeim inn í umræðu pallborðsins. Gjörðu svo vel. Já, kæra þakkir fyrir Elín, kæra fjölskylda Ólafar og aðrir góðir gestir. Ég held að þetta birtast leynigestur hérna baki, ég veit ekki. Mér langar til þess að byrja á því að nota tækifærið, kannski misnota aðstöðu mína, ég veit það ekki, og færa fjölskyldu Ólafar kæra kveðjur frá fyrsta árgangnum sem að innritaðist hingað inn í námið. Og ég færi ykkur hlýjar kveðjur frá þeim öllum. Við minnumst Ólafar með hlýju og gleði og Kristrún sagði áðan í sínu erindi Ólöf hafði löngun í að hafa gaman í náminu. Langar til þess að deila með ykkur stuttlega, ég veit ekki hvort að dr. Helga Kristín Auðunsdóttir sem var með mér í þessum fyrsta árgangi, hvort að hún svona muni þetta eins og ég, en á fyrsta skóladeginum að þá vorum við mætt 38 í glænýtt nám og við vissum auðvitað ekki alveg út í hvað við vorum að fara. Og við vorum svona bæði spennt
en þetta líka dauðskelkuð. Og á fyrsta skóladeginum að þá var tími í samningarétti og það var Ólöf Nordal sem að kenda okkur. Og ég man mjög vel eftir þessu vegna þess að þetta var fyrsta skipti sem að ég held að fartölfur, að þær voru ekki, það var ekki 1 eða 2 heldur, það voru 38 fartölfur fyrir framan 38 nemendur. Og Ólöf bauð okkur velkominn og svo byrjaði hann að tala og þá fór að heyrast svona vélritunar hljóð. Af því öll ætluðu við að glósa og muna það hvað Ólöf hafði sagt í tímanum. En ég veit ekki hvort að hún svona hafi ætlað að stríða okkur eða hræða okkur, en ég held að svona upplifun marga var svo eftir nokkra mínútur, jæja, út í hvað erum við komin. Vegna þess að hún var mjög alvörugefin og hún notaði löng og framandi orð sem við skildum ekki og ég svona fann það að vélritunar hljóðið það var farið að minnka, það voru svona fleiri farnir að horfa upp og hættu að glósa og kennarinn tókst á flug, fór að segja frá því hvað lögfræðin og reyndar viðskiptalögfræði, hvað hún er skemmtileg, hvað hún er spennandi, hvað hún er mikilvæg og þetta var löng ræða og ég man eftir því að vélritunar hljóðið það breyttist í svona bros. Og hún greinilega tók eftir þessum breytingum vegna þess að hún sagði og þeir nemendur mínir hérna fyrirhandi og núverandi sem í salnum kannast kannski við að ég segi þetta stundum að þá svona horfði hún upp, horfði framan á ykkur og sagði já, lögfræði þarf ekkert að vera leiðileg. Og hér á Bifröst og þá reynum við að svona við lítum til þessa fordæmis hennar og lítum til hennar sem mikilla fyrirmyndar. Þannig að við skulum þá hefja hér umræður í pallborði og ég fekk þau skýru skilaboð, alveg sama hvað er gaman, að þá verðum við að vera búin í klukkan 17. Þannig að við skulum hérna bara reyna að virða það. Mér langar til þess að hefja leik og byrjum Bryndís á þér og förum hérna svona einn hring og kannski bara svona frekar stuttlega í byrjun. Í erindi Kristínar hér í fyrri hlutanum að þá kom fram meðal annars að það hafi þurft kraft og framsýni til að koma á umbótum og laganámi hér á landi. Hér erum við 20 árum síðan, hvernig hefur tekist til og í máli Elínar Jónsdóttur, deildarforseta kom áðan fram, höfum við gengið til góðs. Það sé mikilvæg spurning og mér langar til þess að spyrja panelinn hvernig metið þið stöðu laganáms hér á landi þessar mundir. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Steinn. Ef maður svarar spurningunni höfum við gengið til góðs og ég var einmitt að hugsa hérna við vorum að hlusta á þessi erindi fyrir í dag að ég er ekki í nokkrum vafa það að það hefur verið til góðs að auka fjölbreytnina í laganámi á Íslandi. Staðan náttúrulega má velta því fyrir sér, maður heyrir svolítið talað það að það sé orðnir of margir lögfræðingar, þeir fá síður vinnu heldur en til dæmis þegar við erum að útskrifast, sem vorum að útskrifast eins og við Ólöf upp úr 1990. En ég var nú aðeins að kíkja á þessar tölur til dæmis bara hvað eru margir lögfræðingar sem voru að útskrifast eftir sem sagt grunnnám árið 2000 þegar að við erum að fara, eða Bifröst að fara af stað með sitt nám og hinir skólarnir kom í kjölfarið. Það voru svona tæplega 60, í dag eru þeir 85, það nú ekki meiri munur. Ég held að þetta verði miklu meira, þetta fer upp í 200 eða yfir 200 á tímabili og síðan hefur þetta svolítið balanserast, þannig að hvað þann þátt varðar, þá held ég að það sé líka bara þannig að fólk sem að útskrifast úr háskólanámi í dag, þegar maður var hérna í gamla daga að fara inn í einhverja ákveðna grein, þá gerir maður ráð fyrir að starfa bara við nákvæmlega þá grein. Núna miklu meiri fjölbreytni í bakgrunni hjá fólki, það að koma þannig að það ekki endilega að fara að vinna akkúrat úr lögfræði og það hafi útskrifast úr lögfræði. Þannig ég held að við höfum gengið til góðs, ég held að það sé meiri fjölbreytni, ég held að það sé svona meiri bara, það vantar upp á meira samtal á milli skólanna, ég get tekið undir það með Kristrúnu en ég reyndar kannski komið betur inn á það eftir, það eru mörg dæmi það, að það hefur tekist vel til þetta samtal og hefur verið í gangi eins og til dæmis aðeins á árunum eftir hrun, sem að væri gaman að koma aðeins inn á eftir.
Þannig að ég held að staðan í raun og veru sé bara góð í dag í laganámi. Það er mikil fjölbreytni og ég held að það sé mikilvægt. Ég held að samfélagið þurfi á að halda að eiga lögfræðingar sem eru ekki bara menntaðir til að vera embættismenn, dómarar eða málflutningsmenn eins og gamla námi sem ég fór í gegnum. Og maður satt í tímum löngum stundum og lærði pútatíf brot í refsirétti sem að ég man ekki lengur hvað er. Ég man bara pútatíf brot. Og þannig að við erum með fjölbreyttari hóp og ég held að það sé til góðs, ekki spurning. Takk. Jóhannes? Já, ég held ég geti bara tekið undir það sem Bryndís sagði að mestu leyti, sko. Þegar maður hlusta á sögurnar sem Kristrún sagði hvernig Háskóli Íslands var þegar hún var nemandi, þá myndi ég segja að það hefði alveg ýmislegt breyst og þá til hins betra, sko. Maður kannast ekki við þessar svona hryllingssögur, sko. Hún sagði. En það er samt náttúrulega í sjálfu sér ýmislegt sem mætti bæta, sko, og þá kannski sem við kemur þessari fjölbreytni. Ég kom inn í lögfræði og mér var sagt að það væri svona út af því, þú veist, þetta er fjölbreytt fag, sko, þú getur gert ýmislegt og á þessum að vita endilega hvað maður vill gera þegar maður byrjar í náminu, sko. En svo kom ég út með frekar svona augljósa 3 kosti sem eru held ég ennþá alveg til staðar. Þess að hvort þú ætlir að vera lögmaður, reyna að vera þá fræðimaður eða fara í dómskerfið eða starfa í stjórnsýslunni. Og ég held að fyrir þá sem vilja gera eitthvað annað, þá séu leiðirnar ekkert alltaf eins færar og þau myndu vilja, sko. Það er kannski helsta sem við svona viljum bæta og breyta. Takk fyrir þetta. Ég held að við nýtum tækifærið og köfum aðeins dýpra ofan í þetta á eftir. Þetta er mjög sterkur punktur. Ragnheiður? Já, takk fyrir og gaman að fá að vera hérna í dag með ykkur. Bryndís er gamla skólasystur og að því við rifjaðum upp hérna þarna árin lagadeildinu, það rifjast það líka upp fyrir mig þegar við vorum að útskrifast að þá voru miklar áhyggjur af atvinnutækifærum fyrir lögfræðinga og við náttúrulega útskrifast á tíma þar sem að þjóðin var að gangi gegnum kreppu, þetta voru krepputímar, þannig að þessi mantra, hún er raun og veru endurtekur sig alltaf, held ég, og hefur gert á þessum 30 árum sem liðin eru. Tæplega þó. En það sem hefur kannski, það sem er svo heillandi við laganám er að það tekur stöðugum breytingum og við erum að horfa upp á eina mestu breytingar sem hafa orðið á lagakennslu núna, bara síðustu ár og það er óhætt að segja það að COVID hafi heldur flýtt fyrir þeim. Það er að segja að það er þetta breytta námsfyrirkomulag, nemendur í raun og veru, þeir gera allt þar að kröfur, við getum komið inn á þetta betur síðar, til aðgengis að kennsluefni, þannig að við skulum kannski ræða það, sem ég segi, betur síðar. En þannig að þetta eru mjög áhugaverðir tímar sem við lifum í hvað þetta varðar. Og kannski síðasta sem ég vildi nefna er það að vegna þess að kannski fyrst og fremst og líka með tilkomu lagadeildanna sem eru hérna út á landsbyggðinni, svo Bifrastar og fyrir norðan, að þá hafa miklu fleiri fengið tækifæri til þess að nema lög heldur en var hér áður, af margvíslegum ástæðum, sem er mjög gott. Af því það er mjög brýnt og aðkallandi að sýnin á samfélagi sé sem fjölbreyttust. Tryggja aðgengi allra. Takk fyrir. Erna, einhverju við þetta að bæta? Þú varst kynnt til leiks sem annar af 2 ungu lögfræðingum sem að taka þátt í umræðinu. Þakka fyrir það, Elín. Aðeins athugasemd við þetta hérna, Ragnheiður. Þetta er stór dagur í mínu lífi líka. Ég er orðinn fullorðinn. Þannig að það er ekki mörg ár, Erna, síðan að þú laukst þínu laganámi, svona þín sýn á stöðuna almennt. Og eins og kom fram áðan, þú ert líka farin að kenna lögfræði. Já, sko sjálf hef ég svona í mínu námi, ég lærði við Háskólann í Reykjavík eins og Elín kom inn á, að þá velti ég mikið fyrir mér einmitt svona hver munurinn, áður ég fór þangað, hver munurinn á deildunum. Og þá var ég svolítið að skoða sérstaklega Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík af því að ég bjó hérna í bænum. Og þá er það svolítið svona hvað hentaði mér á þessum tíma og það var svolítið svona áherslan á kannski verkefni tengt nám og svona tengsl við atvinnulífi sem að mér fannst á þeim tíma að vera meira en Háskólans í Reykjavík. Og þó að þessi samkeppni á milli þessara skóla, 4 skóla sem við erum að tala um, skiptir máli og hafi verið til góðs og við erum alltaf að ræða það hér í dag, að þá skiptir líka máli í þessu samhengi að horfa til bara
þeirra breytinga sem var kannski með svona alþjóðavæðingunni, af því að við erum náttúrulega líka lítið til þess eins og Kristrún kom inn á að auki alþjóðlegt starf í gegnum Erasmus og önnur svona rannsóknarverkefni, sama með bara gæðastarf, þar erum við náttúrulega líka að fá innsýn frá erlendum aðilum hvernig nám getur verið í rauninni betra hverju sinni, hvort sem það er laganám eða annað nám. Og þar sjáum við líka kannski svona áherslurnar sem skipta máli líka bara hvernig erum við að kenna. Er einhver munur á því á milli deilda, eins og komið inn á áðan varðandi Háskólann á Akureyri, þar var lögð áhersla á að vera að kenna svolítið meira á ensku. Það auðvitað eitthvað sem er fælandi fyrir aðra en hentar öðrum. Þannig ég held að þetta skiptir líka máli þegar við erum að skoða í rauninni svona munin á deildunum og þessa sérstöðu sem hver og einn deild hefur, af því að einmitt það hefur komið gagnrýni á, við erum með margar deildir, þær eru að kenna kannski bara nákvæmlega sömu áfangana, í einhverjum tilvikum erum við með kannski sömu kennarana að kenna sömu áfangana á mismunandi stöðum, þannig að það þarf að skoða þetta í svolítið svona víðara samhengi þegar við erum að tala þessar 4 lagadeildir, hvort þær hafi raunverulega einhverja sérstöðu hver og einn deild fyrir sig. Af því að einhverjar hafa lagt meiri áherslu á fjarnám sem hefur náttúrulega bara breyst núna í COVID. Þannig að ég held svona með þessari þróun sem hefur orðið kannski síðustu 2 ár skipti meira máli og hver ein deild fari svolítið að endurskoða svona hver þeirra framtíðarsýn hver þeirra kjarni Það er allir að tala áherslu á nýsköpun og tækni og sjálfbærni og hvar ætlum við hver og einn deild að staðsetja okkur í þessum málum og ná einhvern veginn að aðgreina okkur. Og því við erum vissulega í samkeppni nemendur en það er líka í rauninni erlenda deildir sem að líka ná í nemendurna okkar hér heima. Og hljómar eins og það sé gott tækifæri fyrir lagadeildirnar að vinna saman ef sömu kennararnir eru að kenna sömu fögin við alla deildirnar. Já, algjörlega, en líka bara út frá sko ráðstöfun á fjármagni. En það er líka varðandi þetta samstarf, þá er margt held ég í sko kerfinu sjálfu eins og bara í tengslu við reiknilíkan eða annað sem að kemur í veg fyrir það að þetta samstarf geti orðið. Þannig að það eru ýmsar svona kerfisbreytingar sem þurfa líka að eiga sér stað til þess að við getum raunverulega átt þetta samstarf og aukið það. Já, takk fyrir þetta. Við svona kannski maður flokka sem svona loftmyndar sjónarhorn á stöðuna og mér langaði aðeins núna í kjölfarið að fara á aðeins svona almennari nótur, líta aðeins kannski út fyrir lagadeildirnar og að því sem að Kristrún orðaði svo vel í erindi svona áðan hvernig stuðlum við að því að þróa samfélagið til góðs. Og í erindi Kristrúnar að þá kom fram að almenn gagnrýni, til dæmis á dómstóla, hún tíðkaðist ekki hér á einhverju tímapunkti. Hér eru við 20 árum síðar tíðkast almenn gagnrýni á dómstóla, bara þannig að það dæmi svona sé nefnt í sögunar. Og svo fjallaði Kristrún stuttlega það að það hafi svona skort nokkuð á að lögfræðingar hafi mótmælt þeim forsendum sem að stjórnarskrármálið var rætt á og engin ástæða að ræða það sérstaklega, heldur kannski almennt lögfræðileg álitaefni og úrlausnarefni sem að við vitum öll hér inni eru mjög fjölbreytt. Hvernig standa lögfræðingar sig í því að stinga sér inn í opinbera umræðu og þá kannski kjölfarið hvert gæti hlutverk lagadeildirna verið í því? Myndu byrja á þér, Bryndís. Já, þetta er áhugaverður vinkill. Ef maður ber lögfræðingar saman við kannski stjórnmálafræðingana okkar sem eru mjög duglegir að stíga inn í umræðuna alveg bara leið og hlutirnir eru að gerast og við getum nefnt hérna Eirík Bergmann þeirra Bifröstingana eða Ólaf Harðarson Háskóla Íslands, bara sem dæmi, sem eru mjög reglulega í fjölmiðlum og með svona einhverja akademíska vinkla á það sem er að gerast í stjórnmálunum, svo dæmi sér tekið, þá held ég að lögfræðingar gætu staðið sér betur í því og ég held að lagadeildirnar, það sé mikilvægt að þær hvetji sitt fólk til þess að gera það. En ég samt svona, ég var aðeins að hugsa þetta hérna þegar ég var að hlusta á Kristrúnu og mér finnst þegar ég hugsa tilbaka og sérstaklega þegar mikið hefur verið í gangi eins og árunum eftir hrun, þá voru lögfræðingar mjög áberandi í umræðunni og ég bara fór að hugsa Björg Thorarensen til dæmis í tengslum við umræðu stjórnarskrármálið. Ég meina hún kom mjög áberandi, var mjög oft að stinga sér inn í þá umræðu, Ragnhildur Helgadóttir sömuleiðis sem var þá
prófessor í stjórnskipunarrétti í Háskólanum í Reykjavík. Þannig að, og ég meina aðrir lögfræðingar, Katrín Oddsdóttir og fleiri sem koma svona upp í hugann, sem voru í þessari opinberu umræðu til dæmis stjórnarskrána, að náttúrulega ónefndri Kristrúnu sjálfri sem var mjög aktíf í þeirri umræðu. Þannig að ég vil nú ekki alveg svona kaupa það að lögfræðingar standi sig mjög illa í þessu, gætu vissulega gert betur. Á árunum eftir hrun voru líka, því að þá var ég á Bifröst og þá man ég eftir að þá voru við lagadeildirnar og í raun og veru bara háskólarnir að halda saman, það var kannski pínlítið meira inn á við umræðu, við vorum að halda saman svona málþing sameiginlega þar sem við vorum að takast á við alls konar vinkla, við tókum rannsóknarnefnd Alþingis, til dæmis þá skýrslu, héldum hana nokkur málþing sem var svona meira kannski inn á við umræða vissulega, en það var samtal á milli fræðimanna úr ólíkum háskólum og þverfagleg umræða sem að lagadeildina tóku fullan þátt í. Þannig að það er alveg dæmi þetta hafi verið gert og tekist vel til. Gætum kannski staðið okkur betur í þessari umræðu út af við í samfélaginu að hafa áhrif á kannski þessum Kristrún nefnir svona samfélagi til góðs að stíga meira inn í umræðuna svona út af við. Gætu lagadeildirnar sjálfar leikið þarna stærra hlutverk? Ég held að bara skipti máli að lagadeildirnar fóstri það umhverfi hjá sínu fólki að það sé sjálfsagt mál að fólk taki þátt í opinberri umræðu, það sé hluti af starfsskyldum akademískra starfsmanna. Og ég held að það skipti mjög miklu máli að svona það umhverfi sé fóstrað og fólk hvatt til þess, algjörlega. Viljið þið bæta einhverju við þetta? Já, kannski bara svona, ekkert rosa miklu, en það náttúrulega, eru margir lögfræðingar á þingi sem hafa kannski valið þann vettvang til að tjá sig, en þannig að kannski endla skortur á lögfræðingum í opinberri umræðu, en kannski bara svona fyrir utan það, og sérstaklega ef maður horfir á kannski frá sjónarhorni akademíunar og komið innlegg í einhverja viðræði sem lögfræðileg, þá held ég þessi svolítið ótti líka við að mistiga sig. Sem hefur einhver fælandi áhrif, hvort sem það þá gagnvart öðrum lögfræðingum eða bara að það komi einhver annar með mótrök og bara betri í rauninni mótrök og vinni þig þannig einhvern veginn. Ég held að geta alveg spilað inn. Já, sem tengist einmitt þessu sem að Kristrún var að koma inn á, að hvað það er áhugavert að það sé ekki þessi dýnamík á milli fræðimanna að rökræða einhver atriði, því að það óttast það allir líka að hafa rangt fyrir sér. Þannig að ég er alveg sammála því sem hún nefnir og tengist því sem að Kristrún kom inn á. Kannski ég stigi þetta sem kennari að þetta er náttúrulega eitt af því sem skiptir líka máli ætla ég að segja í náminu sjálfu, og það er að segja að þjálfa nemendur í umræðum. Kannski hver að fara á þessu gamla fyrirlestrarformi þar sem nemendur hlýtu á fyrirlestrarkennara en tók ekki þátt beint í umræðum. Og þetta höfum við svona, við lagadeildina fyrir norðan, og þá höfum við markvisst gert þetta og við erum með umræðu tíma í hver einustu viku í námsgreinunum. Þannig ég held að það styrki sjálfstraust nemenda til þess að líta með gagnrýnum hætti á hlutina. En ég held hins vegar að það skulle vera 4 deildir hérna og þar 2 út af landsbyggðinni, að það líka í raun og veru hjálpi til við að auka þessa fjölbreytni í þessari sýn á samfélagi sem svo mikilvægt í lýðræðislegu samfélagi, að þessi sýnin kom ekki bara úr 1 eða 2 lagadeildum heldur víðar, og þessi hlustað á fleiri raddir heldur en bara þær sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Má ég aðeins bæta örlítið við þennan vinkinn að þetta er svolítið áhugaverð pæling með þetta hvernig að fólk sé hrætt við að tjá sig og hafa rangt fyrir sér. Það er nefnilega nákvæmlega akkurat það sem er svo mikilvægt sem að kannski Kristrún var að koma inn á og var nefnt líka í tengslum við Ólöfu þetta með að hlusta á ólíkar raddir og ólík sjónarmið. Að það er ekkert, þegar maður tekur þátt í opinberri umræðu eitthvað málefni, þá hefur maður annarkvort ekki rangt eða rétt fyrir sér, heldur að bara maður að leggja fram sitt sjónarmið og síðan koma aðrir með sitt sjónarmið. Og það held ég að sé eitthvað sem að skipti máli hvernig í raun og veru lagadeildirnar kenna fagið, og ég held að allar lagadeildirnar í dag hvetji nemendur til að taka þátt í umræðunni
þegar maður var sjálfur, þó það sé ekki rosalega langt síðan, því ég er að útskrifast það byrja svona 9 árum áður en að það er farið að kenna námi hérna á Bifröst, þá var almennt ekki ætlast til þess að við værum mikið að taka þátt í umræðum. Það var svona einn og einn kennari, ungur framúrstefnulegu kennari sem var að reyna að láta okkur halda eitthvað svona málþing og svoleiðis, en það var almennt bara ekkert ætlast til þess. Það voru bara þessir vísu menn sem voru oftast karlmenn á þeim tíma, það var nú líka mikið breyst, sem að stóðu og það upp úr þeim vallviskan sem við tókum niður og við skráðum niður skilmerkilega og skiptum síðan á glósum og skipluðum það mjög vel hvernig við getum síðan tekið þessa visku alla og lært hana utan að. Það var eiginlega aðferðin. Og þetta hefur auðvitað breyst mikið í öllum skólunum og það líka kemur til náttúrulega að gæðakerfi, bara alþjóðlegt gæðakerfi sem að skólarnir fara í gegnum og þar með talið lagadeildirnar. Og ég held að ég man þegar ég fór að kenna Unnari Steini og Helgu Kristínu og þeim hérna stjórnskipunarrétt 2004, og það var nú bara sama árið og ég held að ég hef verið á fundi með, ég var þingmaður þá, var stundakennari hérna og var á fundi mitt með Bjarna Benediktssyni og fleira góðu fólki út í okkur með EFTA-fundi út í útlöndu þegar við fengum þær fréttir að forseti Íslands hefði synjað lögum staðfestingar. Og það ég man alltaf eftir þessu að það var eins og stjórnskipunarrétturinn hefði verið tekinn og bara allt í einu kastað einhvern veginn upp í loft og það var rosalega skemmtilegt að koma og kenna nemendum akkurat á þessum tímapunkti stjórnskipunarrétt og ég þurfti alveg að fara sjálf í gegnum allt það eins og til dæmis synjunarvaldið og allt þetta. En þarna mæta mér 10 krakkar, Unnar Steinn eða einhver nefndi hérna þau hefðu verið 8 fyrsti hópurinn, það var svona cirka 10 manna hópur. Já, í meistaranáminu. Í meistaranáminu, þá voru þau að koma í meistaranámi í lögfræði fyrsti hópurinn. Og ég fékk þau skilaboð frá þeim sem ég var að vinna fyrir, sem voru Runólfur og þá Ingibjörg Þorsteins sem ég tók við, hún var deildarforstjóri lagadeildar þá, tók við af Ólöfu, að ég átti að mæta það vel undirbúin og þau myndu mæta öll undirbúin og þetta væri samtal. Og það bara krefst allt öðruvísi undirbúnings af hálfu kennarans heldur en að mæta með sína 45 mínútur og flytja þær og allir bara skrifa niður það sem þú segir. Og það var mjög krefjandi. Og þetta held ég að sé rosalega mikilvægt að fóstra hjá þessu unga fólki sem verið að kenna. Að draga fram, að þau komi með sína sýn. Aðeins bara að taka þetta atriði kannski sérstaklega aðeins út fyrir og beina því til unga fólksins og kannski fyrst. Það er ekki við. Við erum 3 hér í sama liði. Það sem ég átti við áðan. Þú myndir, Jóhannes, kannski fyrst svona aðeins velta þessu fyrir þér, tiltölulega nýútskrifaður, að hvaða leyti er þessu mætt í nútíma laganámi við þá deild þar sem þú lærðir. Það er að segja virkja þátttöku, hvetja til umræðina, hvetja til opinna skoðanaskipta og kannski líka aftur á atriðinu sem vorum að fjalla um áðan. Er einhver hvatning til þátttöku í opinberum umræðum? Ég myndi segja allavega að það væri kannski engin sérstök hvatning til þátttöku í opinberum umræðum sem ég teki eftir, kannski var ég kannski ekki endilega að fylgjast með, því, en það var allavega, maður fann það bara eftir því sem leið á námi, að svona umræðu tímum fór fjölgandi og á sérstaklega einmitt hjá Trausta í stjórnsýsluréttinum, hann var mjög duglegur að svona, hvetja okkur til að taka þátt og hann var með smá svona sem ég held að hafi verið svolítið leikþáttur hjá honum, þegar hann byrjaði, þegar hann svona opnaði gólfið á samræði, þá fór hann alltaf og settist framan á borðið, yfirleitt stendur fyrir aftan, pontuna eða kennsluborðið og svona átti þann sig og þá vissi maður svolítið svona, já ok, nú bara svona, við fyrir aðeins að pæla í hlutunum, og það var mjög svona, hann náði til margra, þannig ég er ekki að gera grín að þetta var mjög gott, og svo voru fleiri kennarar sem gerði þetta líka og voru að hvetja til umræðu og svona gekk misvel út af því að maður vill líka ekkert endilega tala endalaust í tímum námsefni og maður er ekkert kannski endilega undirbúinn en þegar maður er það, þá er það rosa gott að fá að gera það. Þannig að mér finnst það klárlega að hafa aukist. Og þá verið jákvæður þáttur í náminu? Já, þegar það var ekki endilega kannski pressa á að taka þátt, því að ef maður svara einhverjum spurningum einhverja dóma sem maður hefði ekki lesið, þá var það
mjög bagalegt. Ekki gott. Já, en að öðru leyti mjög fínt. Það eru játningar hérna í gangi. Nú er ég útskrifaður, Já, skiptir ekki máli lengur. En Erna, einhverju við þetta svona bæta? Já, ég meina, ég held að þessir umræðutímar eins og þú nefnir séu bara til góðs, en svo er bara spurning hvernig nær kennarinn að draga þetta fram í nemendum, að þeir þori að tjá sig. Þú veist, eins og við upplifum það nú bara að vera á staðnum í kennslustofunni, beint fyrir framan kennarann, kannski með öðrum hætti í dag þegar þetta fari meira yfir í rafrænt form og kannski auðveldara að segja hlutina þar, eins og maður upplifir líka bara á rafrænum fundum með fólki. En það er allir gangur á þessu. Ég man alveg eftir því á fyrsta ára að hafa verið í tíma hjá Eiríki Elís sem situr hérna og hann var að reyna að virkja fólk og enginn einhvern veginn tók þátt. Því að það er þessi ótti og óöryggi. Þannig að það er rauninni svona hvernig tekst okkur að skapa þetta rými þar sem að það er allt í lagi að tjá sig og skiptast á skoðunum eins og nefnir og oft kannski komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu eða einmitt að gera laganefnd kannski upphafi grein fyrir því að það er aldrei ein rétt niðurstaða. Ég meina, maður lesi gegnum dóma, þú veist, hvernig ólík sjónarmið og svo er að einhverjum ástæðum komist að einhverju einni niðurstöðu. Það er bara svo hollt að þeir laganemar átti sig á því og fyrri stigum. Þetta er nú svolítið heitt viðfangsefni. Ég sé það ekki en ég heyrði Brynjar Níelsson kippast við þegar það var ekki ein rétt lögfræði niðurstaða. Við erum aðeins að kveiki í þessu. Já, en auðvitað það er rétt og það er kannski svona aftur á þessu atriði sem kom fram í erindi Kristrúnar þetta það er búið að skrifa efnið sem þetta sett fram í gamansönnum tómið, þetta er auðvitað alveg hárrétt. Það er gefin út bók og hún er bara lögð til grundvallar á einhverju sviði í 20 ár og þá er gefið út ný útgáfa af sömu bók eða einhver önnur bók. Bara uppfærð. Þannig að þetta er kannski ekki beinlínis spurning, kannski hugleiðing er ekki líklegra að þið sem að fái þessa þjálfun, taka þátt í svona umræðum og þorið að hafa skoðanir og ólík sjónarmið. Þeir eru líklegri til þess að gefa út þá bækur sem andsvör við einhverjum öðrum bókum. Bara almenn hugleiðing. Frekar en við, gömlu. Ragnheiður, mér langar aðeins að svona skipta gír og fara aftur kannski, svona halda áfram svona inn í lagadeildunum. Það kom fram í máli Kristrúnar að kenna lögvísindi, það væri alhliða nám, felst í því að kenna nemendum að leysa flókin lögfræðileg úrlausnarefni og undirbúa það undir rannsóknir í lögfræði. Og þetta væri svona ein tegund af lagadeild en svo gætu mögulega aðra tegundir lagadeilda ef til vill sinnt kennslu á afmörkuðum sviðum lögfræðinnar. Og hér eru við 20 árum síðar og ég velti fyrir mér hvernig hefur tekist til. Eru lagadeildirnar 4 stiftar í sama mót? Er aukið tækifæri fólki í því að þær skapi sér skýrari sérstöðu og svo kannski að þessu atriði sem kom fram hér hjá henni Ernu áðan og Bryndísi reyndar, er tækifæri fólkinni því að þær starfi saman af sameiginlegum verkefnum? Það eru margar spurningar, þú kannski hjálpa mér að rifja þér á líður. Sko lagadeildin er alls ekki stiftar í sama mót að mínum dómi. Það verið rætt sérstöðu bifreiðastar með viðskiptalögfræði. Við höfum náttúrulega byggt á því sem Kristrún kom inn á í sínu erindi. Það var lögð mikil áhersla á lögfræði sem fræðigrein í upphafi laganáms við Háskólann á Akureyri sem hófst árið 2003. Og mikið af þeim námskeiðum sem voru kennt á ensku en það hefur svona breyst í tímans rás en engu síður að þá svona kannski laganámið þróast svolítið í þá átt að það er svona frekar alþjóðlegt. Við erum til dæmis eina lagadeildin í heiminum sem kennir heimskautarétt og við erum með mjög afkastamikla fræðimenn á því sviði hjá okkur sem ónættilega setur margt sitt á það starf sem unnið þar. Til dæmis er prófessor í okkur í hlutastöðu prófessors við Háskólann í Nuuk í Grænlandi sem hlýtur að vera gríðarlega þýðingarmikið í samskiptum Íslands og Grænlands að við skulum að Íslandingur skuli sinna prófessorstöðu þar. Þannig að ég held að allar þessar deildir hafi sína sérstöðu og þetta er kennt lögvísindi við Háskólann á Akureyri, skára verðan og það er ekki gott ef það verði ekki. Þannig að
En það sem að náttúrulega, sem minni deildir kannski hérna, það er alltaf augljóslega, þá er erfiðara fyrir sér minni deildir að bjóða upp á námsframboð, aukið námsframboð, þessu fleiri námskeið, þannig að það er kannski þá einhver tækifæri þar til einhvers konar samvinnu á milli deildanna. Við erum jú með námskeið sem er ekki kennd við hina deildirnar. Þannig að ég held að það sé allir mjög sammála það er mikilvægt að auka þessi samskipti á milli lagadeildanna. Ég held að það sé ekki nokkuð spurning. Fleiri spurningar, ég er að rifja þetta upp. Já, kannski bara í framhaldi af þessu. Þú segir að mikilvægt að nýta fleiri tækifæri til samvinnu, en er áþreifanlega, því að nú ert þú starfandi í þessu umhverfi, ég er það reyndar líka, og Erna, tekur þú eftir mörgum svona áþreifanlegum samstarfsverkefnum lagadeildanna? Sko það er náttúrulega, eitt er kannski ef við skiptum þessu annars vegar rannsóknar hins vegar kennslu og þá er náttúrulega, þá held ég sé tímalaust alls konar tækifæri. Ég nefni sér dæmi að ég til dæmis eins og það að deila þekkingu og reynslu í kennsluaðferðum sem er að breytast mjög hratt þess að ég hef komið inn á. Ég sjálf til dæmis fór í heimsókn til Bergen og heimsókn til lagadeildar þar fyrir 2-3 árum og það er aldeilis ótrúlegt hvað hlutunum hefur fleygt fram þar í kennsluaðferðum. Þeir eru til dæmis með sjónvarpsstúdíó til að taka fyrirlestra og þar sem eru til dæmis haldnir bókstaflega umræðu þættir sem kannski laganemi fær það verkefni að stýra umræðu þætti eitthvað svið í stjórnskipun eða eitthvað álitamáli stjórnskipunarrétti. Þeir voru meira sem með ég veit ekki hvernig að þýða þetta carpool, þar sem að prófessor býður dómara í bíltúr og þetta er tekið upp og hann ræðir eitthvað álitaefni í einkamálsréttarfari. Þannig að þetta er tækifæri til þess að auka fjölbreytni í kennsluaðferðum eru óendanleg. Og þetta ég held að við gætum átt mjög gagnleg samtöl við sem erum mikið í þessu sveigjanlega námi bara þetta til dæmis. Nú rannsóknir það er náttúrulega eilífðarverkefni að reyna að auka samstarfið á því sviði. Takk fyrir. Viljið þið hinn bæta einhverju við áður en þið skipta aftur aðeins gír? Nei, ég allavega bara nokkuð sammála mati matinu á það að það er ákveðin lagadeildirnar hafa ákveðna sérstöðu. Ég er ekki svona innan búðarmanneskja lengur en eftir því sem að manni sýnist þá hafa þær ákveðna sérstöðu en gætu örugglega aukið samvinnuna, öllum til góðs. Og kannski bara rétt til viðbótar við það sem ég nefndi áðanvarandi í tengslu við þessa samvinnu og að kerfið bjóði upp á að það sé hægt að auka þessa samvinnu er líka bara eins og í tengslu við kennsluna. Að áfangar sem eru kenndir á sitthvorum staðnum kannski nákvæmlega sama kennsluefni af því að það er bara til þessi eina bók, við erum með sömu dómana og jafnvel sömu gestakennarar eða eftir átökum sömu umsjónarkennarar hvernig er hægt að nýta í rauninni þessa auðlind sem við höfum sem eru þessi kennarar sem eru að fjárfesta í því að kenna þessum nemendum. Er þetta bjóða upp á sameiginlega áfanga á milli einhverja háskóla? Í dag líka verið að leggja áherslu á þverfaglegt nám og aukið námsframboð? Er þetta taka meira á milli deilda eða á milli innan skóla, milli deilda þar? Og í rauninni áskorandi sem koma þarna upp eru líka bara varðandi skólagjöld. Af því að þú ert kannski með allt öðruvísi uppbygging á skólagjöldum í einkareknum skólum heldur í opinberum háskólum. Þannig að þarna kemur líka ákveðin hindrun sem er til staðar fyrir háskólakerfið í heild sinni, það sem þarf að leysa til þess að við getum aukið til dæmis þetta samstarf. Af því að þetta tengist í rauninni líka bara gæðum námsins og skilvirkni kerfisins í heild sinni. Þetta held ég afskaplega athyglisvert sjónarmið og ég finn það að það er hlustað á það hér í salnum. Ég minni á þetta app eða þessa heimasíðu og 297-062 en þið getið borið fram spurningar. Ég sé að það er komin spurning eða spurningar. Ég ætla að fara og kíkja á það eftir smástund. Ef þið eru ekki í snjallsíma veröld þá gefið þið bara gefið merkið, það er starfsmaður skólans hér á Vappi. Og þá er hljóðnumi hér sem að getur farið í heimsókn eitthvað út í sal. Mig langar aðeins að skipta gír, tíminn er fljótur að líða og við höfum 16 mínútur eftir.
þetta hérna, við þurfum að halda vel á spilunum. Við langar að skipta aðeins gír og horfa aðeins meira til framtíðar. Hún langar til þess að byrja hérna megin hjá þér, Erna. Það kom fram í máli Kristrúnar áðan að Háskóli Íslands hafi þurft að fá samkeppni þannig að lagadeild hér, þannig að laganám hér á landi myndi þróast. Nú samkeppnin fyrir hendi, þannig að hvaða hvata þurfa lagadeildirnar núna? Hver staða núna 20 árum seinna svona þegar litið til framtíðar? Svona framhaldsspurning og ég vil fara hérna bara einn hring. Svona kannski með áherslu á hvort það sé einhver sóknarfæri fyrir hendi til þess að bæta laganám og kannski líka grípa inn þennan punkt frá Kristrúnu, frá Kristínu, frá því í morgun varðandi aukna áherslu á stafræna dómsýslu. Hvernig eru lagadeildirnar undir það búnar að útskrifa lögfræðinga sem munu starfa og praktisera í umhverfi stafrænnar stjórnsýslu sem við þekkjum ágætlega, en í framtíðinni stafrænni og rafrænni dómsýslu. Þannig að svona aðeins til að draga saman hvað þurfa lagadeildirnar núna til þess að halda fram að þróast, hvaða sóknarfæri og svo stafræn stjórnsýsla og dómsýsla. Erna. Hvar á ég að byrja? Þetta spennandi. Ég held að, eins og ég nefndi áðan, samkeppnin hér innanlands góð, en á sama tíma hún líka erlendis og það stöðugt verið að tala þessa alþjóðavæðingu og tæknibyltinguna þannig ég held að það sé í rauninni svona samfélagslega breytingar sem að hafa áhrif á uppbyggingu lagadeilda og í rauninni háskóla í heild sinni. Þannig að til þess að ná að mennta hvort sem eru lögfræðingar sérstaklega eða aðrir nemendur sem hafa líka áhuga á að taka lögfræðigreinar, þá einmitt að það sé í boði að taka áfanga þvert á svið af því að hvort sem það á fyrstu stigum í háskólanámi eða seinna þegar að því í dag alltaf verið að tala þetta lifelong learning að þú heldur stöðugt áfram að læra og þó að þú lærir einhverja ákveðna aðferðafræði og hefur einhvern grunn úr laganámi á Bifröst eða einhverja annarri lagadeild hér á Íslandi að þá heldur áfram og ert stöðugt að læra eitthvað nýtt leið að þú útskrifast og byrjar á vinnumarkaðnum. Þannig að hvernig í rauninni byggjum við ákveðin grunn og einhver ákveðna grunnfærni, hvort sem það tengist einmitt gagnrýni hugsun eða uppbyggingu á texta í tengslu við að skrifa rannsóknir eða svona framsetningu í munnlegu ræðu að hvernig förum við að því að byggja þannan grunn kannski og sem fer það eftir þessum kennsluháttum sem þú varst að nefna að við getum stöðugt verið að þróa það og við þurfum svolítið að líta til annarra svona sambarlegra deilda sem við viljum kannski setja okkur svona eitthvað benchmark, hvar viljum við staðsetja okkur í dag, eins og kom fram fyrir í dag að þá horfði lagadeildin hér á Bifröst til tiltekna skóla í Danmörku og Þýskalandi á það ennþá við í dag eða erum við farin að færa okkur í einhverja aðra stefnu og viljum við þá kannski vera að skoða frekar skóla sem leggja áherslu á tækni og nýsköpun og sjálfbærni þannig að ég held að þetta tengist því sem ég nefndi áðan varðandi bara að hver og ein lagadeild þurfi svolítið að líta inn á við og staðsetja sig bara hvar viljum við staðsetja okkur í bæði í innlendu samhengi en líka í alþjóðlegu samhengi. Aðeins, takk fyrir þetta, aðeins varðandi stafræna og rafræna dómsýslu og stjórnsýslu. Hvar eru svona, ekki langt síðan að þú laukst þínu laganámi, nú þekkir þú svona námsframboði hér, telur þú að lagadeildirnar séu að undirbúa verðandi lögfræðinga með svona viðeigandi og viðunandi hætti? Eru þeir klárir? Eru þeir, rektor Háskólans á Bifröst segir skólinn COVID klár, af því að við þekkjum á netið, við kunnum fjarkennslu, en eru lögfræðingarnir sem útskrifast eftir 3 ár, eru þeir tækni klárir? Ég var það ekki á sínum tíma, en ég upplifði það þegar ég fór í skiptina til Hollands og upplifði þar allt í einu var ég í áfanga sem hét International Business Law. Þar fór ég í áfanga þar sem ég var að læra allt gervigreind og bálkakeðjutækni og í rauninni það var stutt lota sem snerist að því bara forritun fyrir lögfræðinga. Þannig að þarna opnaðist pínu svona nýr heimur fyrir mér
og ég sá einhvern veginn að umræðan fannst mér þarna í Evrópu í þessum skólum þarna, hún var alltaf öðru stigi innan lagadeilda heldur en hér heima. Þannig að þegar ég kom heim og ég var bara átti í mestu vandræðum að finna leiðbeinanda sem gat leiðbeint mér á sviði tækni og lögfræði, þannig að það er einu svona sviði sem að ég hef farið inn á og er í dag í svona fjártækniheiminum og er svona að reyna að ýta undir þessa þróun hér á Háskólanum á Bifröst sem við erum að gera með svona ákveðnum tækni- og nýsköpunaráfanga eða einmitt ræða fjártækni í tengslu við íslenska markaði og horfa til bara í rauninni annara markaðra líka sko. Þannig að ég held að þessi þróun sé í gangi, ég meina að þetta hefur verið í vinnslu innan Háskólans í Reykjavík veit ég, þar sem að minn fyrrum leiðbeinandi hefur verið að kenna tölvurétt og farið inn á svona sambærileg svið og ég hef lagt áherslu á. Þannig að það er alveg klárlega tækifæri til þess að gera betur þarna, hvort sem það er innan einstaka lagadeilda sem að ætla að mynda sér þessa sérstöðu og bjóða öðrum nemendum úr öðrum háskólum eða deildum að taka þátt í því. Já, koma inn í þetta. Ég held bara að áskoranirnar sem að lagadeildir háskólana í dag standa frammi fyrir séu nákvæmlega það sömu og lagadeild Háskóla Íslands stóð frammi fyrir þegar að laganám var hófst annar staðar, sem fyrst á Bifröst. Hver voru ástæðurnar fyrir því? Krafan var sú að í raun og veru sú lögfræði sem var verið að kenna, það væri ekki verið að útskrifa lögfræðinga sem að í raun og veru hefðu þá þekkingu sem að atvinnulífið og í raun og veru störfin sem þeirra biðu kallað eftir. Það væri í raun og veru of þröngur fókus og alveg eins og Erna nefni þá eru núna alls konar áskoranir sem tengjast tækni og fjártækni eða fintech sem að lögfræðingar eru að fást við, einhverjir eru útskrifuð eftir að þeir útskrifast. Og þetta er í raun og veru kannski bara það sama. Ég meina áskorunin er sú að lögfræðingarnir sem að verið að útskrifa úr deildunum að þeir í raun og veru séu færir og hæfir og hafi bæði þekkingu en líka svona tæknilega færni til þess að gera það sem að störfin kalla eftir sem að bíða þeirra. Og í raun og veru er þetta bara í kjarnan að það er nákvæmlega sama. Það snýst kannski þetta í dag. En á þessum tíma var þetta í raun og veru of einhent nám sem var fyrst og fremst hugsað til þess að mennta fólk sem var að fara inn í svona embættismennsku, dómarastörf eða málflutningsréttindin, á meðan að veruleikinn var sá að það var æpandi eftirspurn út í samfélaginu eftir til dæmis fólki með meiri skattaréttaþekkingu sem að bifreiðstingarnir sem útskrifuðust fóru nú heldur betur inn í þann geira, inn í fjármálafyrirtækin og bara inn í fyrirtækin. Þannig að ég held að í kjarnan sé þetta í raun og veru það sama núna, bara í raun og veru að vera í takt við samfélagið og þörfina fyrir sem að samfélagið kallar eftir að fólk kunni. Svo ég má bæta einu við. Það sem gleymist líka að við erum að tala að menntalögfræðinga þannig að þeir geti svo veitt einhverja ráðgjöf, ráðgjöf varðandi einhverja tæknilausnir eða annað. En lögfræðingar geta líka verið þáttakendur í því að skapa nýja lausnir sem tengjast kannski þessum lausnum sem að vera að tala varðandi dómstólana eða annað, hafa skilning á svona mismunandi sviðum eða jafnvel hafa áhrif á lagasetningu þar sem að þú ert farin að kljást við í rauninni þessi samfélagslega áskoranir og þarft að hafa skilning á þessum málum. Þannig að við erum að muna að setja í samhengi við það hvað lögfræðingar eru að vinna fjölbreytt störf. Það er kannski framhaldið af þessu, Ragnheiður, svona ef þú vilt bæta einhverju við þetta og kannski ef þú myndir svona velta upp einhverjum sóknarfærum sem að þú sér fyrir lagadeildirnar. Það kom ágætis spurning talandi tækni, það kom spurning frá Bjarna Herrera sem er hér í salnum, fyrrverandi nemandi skólans, hann er sjálfbærni ráðgjafi hjá KPMG, tók ég eftir að hann var í myndbandinu áðan og hann er aldeilis í svona starfar og lifir í svona tæknilega hluta heimsins og hann veltir upp hvernig geta lagadeildirnar brugðist við því að það sé beinlínis framundan tækniþróun sem að miðar að því að hagnýta gervigreind og svona hagnýta möguleika til sjálfvirknivæðingar sem að gerir núverandi sem að fækkar möguleikum núverandi lögfræðinga sem að starfa eins og núverandi lögfræðingar starfa, fækka möguleikum þeirra á störfum.
hvernig geta lagadeildirnar brugðist við því að undirbúa laganema fyrir störf sem eru jafnvel ekki orðin til? Bara svona lítil löglétt spurning. Já. Og einnig ef þú sérð sóknarfæri til þess að bæta laganám. Já, ég skal bara viðurkenna það að ég hef ekki velt þessari spurningu fyrir mér. En sjálfvirkni, væðing, lögfræði starfa, ég hef bara ekki akkurat núna hugmyndaflug til að ímynda mig hvað það getur verið. En ef við bara leiðum mér að stinga mér, ef við til dæmis gefum okkur bara það eitt að það myndi fækka starfsmöguleikum lögfræðinga í hefðbundnum lögfræðistörfum, hvernig geta lagadeildirnar brugðist við því? Er til dæmis möguleiki á því eins og Erna kom svona óbeint áðan að draga inn aðrar faggreinar, tölvunarfræði, forritun eða aðferðafræði, markaðsfræða eða viðskipta, koma auðvitað nýsköpunarfræði, frumkvöðlafræði? Ég held að það sé ekki spurning að brjóta niður þessa múra sem eru á milli fræðigreina, þannig að fólk getur þá hagnýtt þau tækifæri sem að felast í því að sameina þekkingu á tveimur fræðasviðum. Og ég held nú reyndar því það er nú komið dálítið til tals með auknum fjölda lögfræðinga sem útskrifast. Ég held að lögfræðingar hafi verið duglegir í nýsköpun að í raun og skapa störf og það verður kannski áhugavert að láta framkvæma einhverjar rannsóknir á því, en ég held að lögfræðingar séu oft mjög virkir frumkvöðlar í ýmsu, þannig að það er eitthvað í náminu sem að er þá vel heppnað tilliti til að þeir hafa nú ekki víla fyrir sér að taka sér störf sem að kannski hafa ekki verið talin hefðbundin lögfræðistörf, stofna fyrirtæki, verktakafyrirtæki, guð má vita hvað, þannig að ég held að námið sjálft sé mjög góðu grundvöldur fyrir það. Og þú sem talar um það að þú er lögfræðingur sem kynir Excel. Já, einmitt það var lögfræðingur á myndbandinu áðan sem þetta er ágætis lýsing, ég held að þetta hefur verið svona eitt af markmiðum. Já, akkurat, og það er kannski svolítið erfitt að ímynda sig hvernig hægt að vera lögfræðingur nú til dags á þess að kunna Excel í sjálfu sér, þannig en að því sögðu þá held ég að framtíð laganáms á Íslandi sé björt meðan að fólk hefur áhuga að sækja bæði ungt fólk og fólk sem er aðeins eldra og það er náttúrulega kannski sérstæða okkar fyrir norðan að ég hugsa meðalaldur nýinnritaðra sé nokkur hærri heldur en annars staðar sem segir manni það að fólk sem hefur þá verið lengi í atvinnulífinu eða eitthvað, það sé allt í einu tækifæri til þess að afla sér menntunar í lögfræði sem er náttúrulega ekkert annað jákvætt Sammála því. Þannig ég held að það sé í sjálfu sér bara björt framtíð hvað þetta varðar. Svo er annað hvað varðar það að nýta sér tækni og því Kristrún kom inn á það í sínu erindi að við ættum að vera virkari í því að í opinberri umræðu og þá hvað varðar okkur akademíska starfsmenn, þá held ég að það sé að tækifæri til þessi aldrei meiri heldur en einmitt núna. Það er að nýta þessi til dæmis vefráðstefnu sem hafa verið haldnar núna í gríða náttúrulega í kófinu. Þannig að við þurfum í raun og veru alltaf að vera viðbúið í að tileinka okkur nýja tækni, vera mjög jákvætt gagnvart því sem er að koma og ég held að svona satt með að segja að þá eru nemendur, þeir kenna okkur oft líka ákveðna lexíu í þessu. Þeir eru oft svona ít okkur út í hluti sem að kannski voru ekki fyrir séð og stundum er sagt að nemendur nú til dags séu kannski vilji hafa aðgang að námi reynt eins og að Netflix, að geta hlusta á fyrirlestra miðað nætur eða henta þeim betur eða þannig að þetta er eitthvað sem að í akademía sjálf hefur ekki ákveðið, heldur er vissulega þrýstingur sem að kemur kannski meira úr hópi nemenda. Þakka fyrir þetta. Kristrún lýsti þessu ágætlega áðan að nemendur hafi svona risið upp og farið í sína hagsmunabaráttu sem að skilaði sér aldeilis á ýmsan hátt og þar fjallaði hún eitthvað sem að kallaðist eða kallast framfaranefnd Orators.
þá spyr ég Jóhannes, sú nefnd ennþá starfandi? Og ef svo fyrir hverju eru þið, nú tala ég bara til þessi laganema, fyrirhandi laganema, fyrir hverju barist í dag? Hvernig geta lagadeildirnar betur mætt þörfum nemenda? Framfaradeild Orators hefur verið lögð niður, en það ýmislegt náttúrulega sem má bæta og ég held að ég heyrði nú að því nýlega að kannski að það var einhver umræða það sko með skiptinám. Það hefur verið fækkað, sko, það var hægt að fara í 1 ár í skiptinám í Erasmus og það var sett hámark 6 mánuði sem krakkarnir voru mjög ósáttir með og mér finnst sjálfur sér einmitt að það mætti kannski endurskoða það hvernig maður nálgast það sko að krakkar sé að sækja aukið í skiptinám, að það sé kannski ekki endilega vandamál, heldur eitthvað sem ætti að svona vera bara byr undir vængi háskólana, að krakkarnir geti einmitt farið og lært eitthvað sem ekki í boði hér sko. Og þá einmitt eins og einhverja tækni úrlausnir sko, ég fór og lærði cybercrime and cybersecurity í Hollandi og engu nær eftir það, en það var ágætt að fá að reyna. Það var skemmtilegt. Já, það aðalatriðið. En það var, ég held að þetta bara, ef ég hef ekki fengið að gera það, þá myndi ég halda að vera mjög sniðugt að læra en það svona mitt svar. Það mjög freistandi af því að klukkan 17:00, það mjög freistandi að ljúka sko umræðunum akkúrat á þessum nótum, en ég í aðdraganda þessara umræða hér við þetta pallborð, að þá voru kom upp alls konar hugmyndir hvað væri áhugavert að ræða. Og það eitt sem kannski ekkit sérstaklega, sko, það ekki þáttur í þessari akademísku umræðu, ekki hálögfræðilegt, heldur bara beinið því bara aftur til þín og þú far loka orðin hér þessum umræðum. Bara sko staða nýútskrifaðs lögfræðings í dag, ef þú getur leyft þér að tala kannski fyrir hönd þíns hóps, sko bara varðandi umræðuna sem var hér, sko eru þið í stakk búin að takast á við áskorunir sem að mæta ykkur, sko fjártækni, fyrirtæki, nýsköpunar, verkefni og annað, eða eru þið í þessum 3 valkostum sem þú talar áðan og bara eru þið bjartsýn og jákvæð, eða eitthvað svona sem að þú vilt segja að lokum, eitthvað sem mætti fara betur? Já, ég myndi segja að ég var allavega heppinn með það þegar ég útskrifaðist að ég hef verið að vinna sem laganemi á lögmannsstofu og ég held bara þar áfram sko. En þegar ég leit í kringum mig á vinnu mína sem höfðu kannski ekki verið í einhvers konar klásus fyrir útskrift, þá var mjög erfitt að finna vinnu og erfitt náttúrulega bara út af ástandinu líka. Það var lítið verið að auglýsa eftir lögfræðingum og svo alltaf þessi grunnkrafa að þú hafir einhverja reynslu og háskólanámi kannski því verður aldrei jafnað við reynslu af vinnumarkaði og það kannski erfitt að segja hvernig háskólarnir geti bætt upp fyrir það. En við komum náttúrulega út sko með rosalega mikla þekkingu, mjög fersk og við erum bara eins og gagnabunki með alla glósurnar og allt það sko. Getum sótt upplýsingarna miklu fyrr heldur en aðrir og þannig að það hellingur í nýútskrifuðum lögfræðingum sem kannski sést ekki endilega, sem atvinnurekendur sjá kannski ekki endilega. Og ég myndi bara segja að það sé kannski aðalatriðið og svo að maður komi út sem með einhverja praktíska þekkingu, í tengslu við dómskerfi og lögmennsku, að maður kunni lögfræðilega skjalagerð og eitthvað svoleiðis. Maður þarf annars bara að læra það á sérstöku námskeiði, en það var bara svona frá mínu sjónarhorni séð sko. Myndi ég segja það. Vildi geta tekið undir þessi orð, mjög mikilvæg hæfni. Málstofustjóri, viltu leysa okkur frá störfum? Já, þetta var fínt. Jæja, góðu gestir, mig langar til að þakka ykkur öllum hjartanlega fyrir að sitja í þessu pallborði og mig langar að þakka ykkur öllum, fjölskylda Ólafar
ráðherrar, fyrrverandi rektorar, Bifrastar, Bifreistingar. Mig langar að þakka ykkur fyrir að fara með okkur í þetta ferðalag frá því að hugsa háskólanám á Íslandi út frá skorti yfir til allsnægta, hugsa háskólanám á Íslandi út frá einni stærð sem hentar öllum yfir í það hversu fjölbreytileikinn stækkar okkur, hugsa nám í háskóla frá því að kennari kom með gulnaða pappíra og innihald blaðana fór á hvítt óskrifa blað nemanda eiginlega án þess að fara í gegnum heilan á nokkurri manneskju. Nú eru kennsluhættir aðrir og við sjáum líka hvernig minning kærrar vinkonu Ólafar Nordal mun lifa áfram og hún lifir áfram í börnunum hennar 4, Jóhannesi sem satt hér í pallborði og Dóru, Vanda Sigg og Herdísi. Mig langar að þakka ykkur sem fjölluðu Ólöfu fyrir að hafa komið við mennskunni í okkur öllum, leyft okkur að finna til, sakna og komast aðeins við. Því að þannig erum við manneskjur og með því að finna til í hjartanu þá tengjum við alltaf betur upp í höfuðið og verðum aðeins betri. Málþinginu er slitið.